kakónu. Bónus að fá kakóbolla þegar kemur heimsókn. Æðislegt. Ég að koma sko úr útiklefanum ég var í Vesturbæleiðinni. Já, það? Já. Akkur útiklefin? Ég nennti ekki, það var skólasund. Þegar ég ekki í sundi með börnin mín, þá nenni ég ekki að hlusta á önnur börn. Var skólasund? Ég var svo mikið eða þú veist, en svo bara þetta líka, þú veist, mér langar ekki að fara í kaldabóttir og mér langar ekki að vera í útiklefanum. Þetta er líka bara svona kjarkaðing fyrir mig, skilur við að bara vera í grænandi rigningu. Það er komin einhver geggjaðar infrarauðir núna hana. Ég var að tjekka á honum, svo var ég alveg hana í útiklefanum. Og ringdi í gegn og svona. Já, þetta, þegar þú byrjar á þessu, þá náttúrulega er líklega rétt að byrja á Seltjarnarnes lauginni. Já. Þegar þú og Össi kynntist þar, Já. Maðurinn. Algjörlega. Og Össi náttúrulega vinur minn, hann var vinur lengi. Já. Og ég var með ykkur. Við Össi vorum alltaf, og það var einmitt tímabili sem að ég var að byrja að fara í kaldabátinn, sko. Já. Hann var aðeins á undan mér. Já. Og þá var það einmitt alltaf, ég held með minnir, manstu hvenær var þetta aftur? Hvenær á árinu? Þetta er seint á árinu. Þetta er í sko október. Október, já. Einmitt, þá það er tekin hann að fræga mynda á okkur sko þegar hittist í fyrsta skipti. Í systrasamlæginu. Í systrasamlæginu, í útiskúrnum. Við eigum hana og en svo svona fyrsta deiti okkar var 9. sko. Þetta er þarna í október sko. Já, var það deitið þegar Össi sofnaði? Já. Í bíó? Og það segir svo miklu meir en mig sem karakter heldur en hann. Þú veist, mér langar svo, þú veist, en ég minna gæinn sæki mig, við förum í bíó og bara sagði hann náttúrulega miklu dýpur út af því að ég basically sagði hann að bjóða mér í bíó. Þú veist, af því að ég bauði ykkur í jóga, muni ekki eftir þessu. Jú, ég man eftir þessu. Og svo bara mætti það ekkert, skilur, og svo sendir hann mér skilabóð eitthvað, fyrirgeði mætti ekki eitthvað og hvað get ég gert til þess að bæta þetta upp. Ég sagði bara, þú getur búið mér í bíó. Og þá kom bara strax, þú veist, bara eftir lausu kvöldi eða morgun eða eitthvað, hann að ég ertu náttúrulega að fara að redda pössun. Ég náttúrulega átti dreng fyrir og var með skorra minn og hann sæki mig, við förum á James Bond. Ég tek eftir, bara, þú veist, myndin er hálfnuð, þú veist, ég bara, þú veist, hann er sofandi. Við erum að tala um bara, við erum að tala um þessi gaur. Og ég einhvern veginn alveg bara, ok, og svo var hann í öfugum ból. Típiskur Össi. Og þarna var ég ekki búin að taka þetta um að vera í Sikkon og Sokkon líka. En ég hugsaði bara komið til minn bakgrunnu sem er bara fashion, eitthvað sem er öðruvísi. Ég hugsaði bara, ok, hvað ætla hann sé að, þú veist, er hann að púla eitthvað? Ætla þetta sé Balenciaga eða þú veist bara hvað stöfi, í hverju er gæinn, skilur? Þá var þetta bara svona algjört simpult. Þú veist, hann var bara í öfugum ból og bara, eitthvað, og snýra hann við og eitthvað. Og hann bara sofnaði. Og svo vildi hann ekki keyra mig greinilega beint heima þegar við rúndum ógeðislega lengi eftir þessar bíóferð og ég sagði bara, þú veist, allan að skulla mér heim eða þú veist, hvert erum við að fara en það skilur. Og svo bara enduðum við, þú veist, í Hamraborg þar sem hann beðum að koma upp og hjálpa sér að setja upp jólaserju. Alveg rétt. Sem ég og gerði, þú veist, ég hugsa bara eftir á, þú veist, þetta hefur ekkert að segja Össa. Þetta er alltaf að segja mig, bara hvað, þú veist, ég hugsa bara annarkvort hann snarkjaðu ykkur eða þá er þetta bara eitthvað svona geggjaðu gæi, þú veist. Nei, mér finnst þetta nefnilega að vera góð taktík hjá honum, sko. Já. Þú veist, þetta er þarna, já, því að þú hugsaður sko, þú veist, þarna eftir að gera eitthvað öðru sem allir hinnir. 100%, ég hef aldrei lent þessu. Það er ekki, þú veist, að þetta er svona típist ef það er búið að plana og mikið, þá getur alveg klúðra hlutunum, þá er þetta alltaf einhvern veginn svona eitthvað mental. Þarna er bara maður í fullu flæði. Þetta er maður í fullu flæði, 100%. Og það var bara te og jólaserja og svo skullaði mér heim. Og rest is history. Já. Við erum eiginlega bara búin að, eða þú veist, við vorum eiginlega bara saman eftir þetta. Við erum eiginlega verið bara saman síðan. Já, ég man eftir, það var mjög fallegt að fylgjast með þessu einmitt, þú veist, hvað þetta var einhvern veginn, byrjaði svona eins og þú ert að lýsa og svo sá maður bara hvað þetta var einhvern veginn effortless. Já, það var algjörlega þannig, já. Svolítið svona, þú veist, eins og þetta á að vera. Já. Finnst mér, sko. Eða svona, þú veist, það er gott sæn ef að... Jú, þurfum ekki að reyna á forsaninu. Nei, þú veist. Og ég man bara, þarna var ég ein með skorra minn, þú veist, hann var 5 ára og ég hugsaði líka bara einhvern veginn, þú veist, þetta ætla ég bara eiga fyrir mig, þú veist, ég var náttúrulega alltaf með hann og ég meina, ég man alveg, ég hitti ykkur oft sundi og þú veist, þarna var bara vinur minn og einhvern tíma fór ég með hann heim og
við fórum í súpu til hans og fullt af fleira fólki, þannig líka bara hann kynntist hann svona hægt og róla og og líka bara þarna var ég að deyta mann sem að, þú veist, átti ekki börn. Einmitt. Og maður veit aldrei, þú veist, hefur hann áhuga á að vera með konu sem á barn og stiga þar inn, þú veist, að það skiptir mig líka máli. Auðvitað. Og ég sá bara að hann gerði það bara strax einhvern veginn, á þess að við einhvern veginn, bara áðurnum fórum að ræða það, sko. Já, það rifjar upp fyrir mér, man ekki nákvæmlega tímalínuna þegar þið síðan fóru til Tallinn. Já. Þá var hann náttúrulega mikið með skorrar, þú varst í námi? Jú, ég var í meistaranámi og við förum út í 3 mánuði og ég var að skrifa meistarritgerðina mína og var líka í einhverju svona námskeiðum og þeir voru bara saman. Hann bara tók hann afmæli snemma árinu, hann afmæli í janúar, hann varð 6 ára í janúar og við tókum hann úr leikskóla, þú veist að því hann var í raun átti ekki byrja fyrir hausti og Össi og hann voru bara saman á daginn meðan ég var í skólanum. Já. Og það kjarnaði okkur ótrúlega fallega sem fjölskyldu. Og þeir bjuggu til ótrúlega fallega grunn þarna sem að þeir eru bara enn á, skilur. Nú Skorri bara að vera 15 ára, skilur. Og við fórum náttúrulega mjög snemma út, þú veist, eftir við vorum búin að kynnast. Einmitt. Þannig að við förum í rauninu bara áramótin eftir. Einmitt. Fljúum út á gamlárskvöld, afmælisdaginn. Akkurat, akkurat. Svo voruð að plana að fara til Bali, ekki? Jú. Áður en að kom barn? Já. Já, einmitt. Ég að rifið allt upp núna, sko. Já. Og það er ótrúlega fallið saga út, því að þú veist, þarna átti ég barn og kynnist manni sem er bara, þú veist, aðeins eldri en ég og er ekki með barn og við svona fundum það bara bæðið okkur langaði að stofna fjölskyldu og ég bara átti erfitt með að verða ólétt. Ég skildi ekki akkur, þú veist, akkur verði ég ekki ólétt. Ég voru ólétt áður og eitthvað svona. Og bara rosa pressa, það var bara appi í símanum og Össi bara í kvikmyndabransanum og það var bara eitthvað, let's go, það er grænt litur. Þú veist, eitthvað, ég man ekki hvernig þessi litur eru. Og þetta var bara rosa pressa og ég fann bara einhvern veginn, mér fannst ég einhvern veginn eiga að geta gefið honum barn, eða þú veist, ég var einhvern veginn svona, þú veist, nú erum við, þetta var eitthvað svona í hausnum á mér og svo ákveðið vingt sem hann tók við bara gott spjall og þessi segi bara geymum þetta bara, þú veist, bara eins og hann er, bara þetta verður bara í flæði, ef þetta á að gerast þá gerist þetta, annars er ég bara ókslega sáttur, þú veist, bara með þér og Skorri ræði og eitthvað svona og við einhvern veginn upp frá þessu spjalli förum við bara á netið, bókum þessu ferðir, kaupum 3 flugmiða fyrir mig, hann og Skorra, one way, bara í ár og ætlum bara að gera eitthvað geðveikt. Ég man eftir þessu. Þau voru búin að kaupa miða. Þetta er allt, skilju, og ef við fengum þetta bara einhverjum geggjum díl, meðan þetta æði og bara, ég hef ekki að fara að kenna jóga eða list eða eitthvað, bara það sem að því ég var náttúrulega í meistaranámi í listkennslu. Bara geggjað. Og ég held bara Krumma hefur komið undir þess að nótt, sko. Þetta var bara eitthvað svona rosalega stuttur seinna, þá bara er ég á nólet. Ég nefnilega, ég veit ekki, mér er svo áhugavert með svona frjósemispælingar að auðvitað þú veist, það eru mælingar og það er svona mitt verið að skoða og svona, en ég trúi því með alla hluti í lífinu sé líka eitthvað svona spiritual vinkill 100%. Og það er svo típist að leiður búin að sleppa tökum að einhverju og það bara komin afslöpun að þá allt í hennu gerist það sem gat ekki gerst á meðan það var streita í kringum það, sko. 100% og ég trúi því alveg 100%, sko. Og bara, það er líka bara, ég meina, á þessu tímabili var ég ólétt og misti, skilur, og þá er það líka bara eitthvað sem átti ekki að koma, skilur, ég trúi því líka alveg, en þú ert að forsa hvað sem þetta, eða bara ég verð að finna mann, eða þú veist, ég verð að komast í þetta, þú veist, það er aldrei afinu góða, það er einmitt akkurat þegar þú sleppir tökunum og þú færir hlutin í fangið, þú veist, oft sem það langar í, bara ekki, kannski akkurat á þeim tíma sem að þú vildi fá þá, þú veist, það er bara, það er svona alls konar, sko. Og eins líka bara með, þú veist, með Jónótna, ég meina, Krummi var, sko, við vorum að halda upp á eins og sammálega hans Krumma. Þegar ég segi bara eitthvað, minnst eitthvað skrítið, ég er ekki byrjað á blæðingum og eitthvað svona, og þá bara, þú veist, með hann einsás, með krullina sínar og eitthvað, þá bara, ég er aftur hann ólétt, þú veist, og Össi var alveg, þú veist, meðan ég bara eitthvað, ég bara svitnaði á efrivörinu og bara, þú veist, það var bara svona enga veginn,
og svo bara kemur í ljós að þetta annar gaur, þú veist, bara þriðji strákurinn á leiðinu, þú veist, ég var bara pínu sigruð, ég bara ennþá með, þú veist, krumma á brjósti, skilur, ég var bara enn að vakna á nóttunni og, þú veist, mér varst þetta bara Shit. Nei, þú veist, og meðan össi alltaf alveg þú veist, ég bara en svo bara kemur Jónatn og ég hugsaði bara, vá, þú veist, þarna kemur bara, þú veist, hann kom á fullkomnum tíma. Þarna bara einhver svona gæi sem ætlaði að koma. Einmitt. Þú veist, krummi mætir þarna sem svona smá kennar og er bara eitthvað, hei, þú veist, þú ætlar að gera þetta, haha, þú veist, hann er svolítið þessi típa og Jónatn bara einhvern veginn, hann bara svífur hann inn. Ég held að hann hefur verið löngu búin að velja okkur, skilur. Alveg svo Skorri valdi mig sem einstæða mömmu. Veist, ég trúi því alveg, við veljum þetta sko. Það er eitthvað þarna sem að... Já, veist, þetta einmitt, það áhugavert að horfa á hlutin út frá þessum vinkli. Já, ég held að þetta sé algjörlega þannig sko. Og þegar þú horfir út frá þessum vinkli, þá náttúrulega, þú veist, eins og Jónatni með Downs, þá náttúrulega líka horfir á, þú veist, það er líka eitthvað sem var meant to happen og það er líka eitthvað sem var eins og það átt að vera og þú veist, það var það sem, þá ertu komið með allt annað skýringamódel á hlutina sko. Það minnst það svo áhugavert og og bara koma fyrir okkur öll, þú veist, bæði að koma fyrir mig og fyrir Össa, fyrir Krumma, bróður sinn, þú veist, með svo áhugavert að alast upp, sko, eins og hann, þú veist, hann mun aldrei muna eftir sér einum, þú veist, það er alltaf bara einhvern veginn ég og Jónatni, því að hann er bara, þú veist, hann er alltaf mættastur einhvern veginn, og eins líka bara fyrir Skorra, þú veist, og svo bara fyrir ömmurnar og afana og hann er bara einhvern veginn, þetta er svona rosalegt ljós sem bara einhvern veginn átt að koma akkurat þarna, skilur við. Þannig að, já. Og hvað með það einmitt, af því, þú veist, svona viðkom umræða með börn með Downs. Ég man, ég gerði einu svona fréttaskýringa þátt fóstureyðingar. Já. Og það var alveg sjokkerandi fyrir mig. Ég tók viðtal við, sko, mann, ég man ekki hvað hann heitir, sem var þá, held ég, formaður samtakan og átti strák með Downs, ef mann rétt. Já. Og hann bara fór að tala tölfræðan að það væri raun og veru bara verið að bara útrýma. Já. Og þá er mér talandi skilur, þú veist, bara hvar erum við komin, og þá man ég að hugsa, sko, okay, þetta er rosa inngrip, hvað ef að næst verður, það er hægt að tjekka á hvort að barnið þess verði lágvaxið. Og svo er hægt að tjekka á hvort að barnið þess verði svona, og eru við þá bara allir komin í bara eitthvað, ég ætla bara að eignast barn ef að það fittar þetta og þetta og þetta og þetta og þessar kríteríur, sko. Mér finnst það svona áhugaverð sem ég fór strax að hugsa, bara hvar ætlum að enda þessa þróun, sko. En við erum það, sko. Ég meina, það er 100% fóstureyðing á Íslandi ef að fjölskylda færi sem fréttir. Þú gengur með barn sem er með Downs-heilkenni og það er ekkit, það er 80% líkur, það er bara tæknin og svo ógeðslega góð sem ég bara elska í dag, þú veist, varandi lyf og alls konar skimanir og, þú veist, jáendaskanna og allt, ég elska þetta, þú veist, og náttúrulega bara er ég hérna út af því, en þarna er bara í hvernig samfélagi viljum við búa. Viltu kíkja þarna og ég veit að Guðmundur Ármann spurði lækni á sínum tíma að því það er bara skanna fyrir þrennu. Þú veist, það er Downs-heilkenni, svo er einhvers konar heilkenni það sem að barni er bara valla huga líf. Þú veist, það er kannski einhverju nokkri dagar og svo bara mjög mikil fötlun. Þá erum við að tala um bara líkamlega andtvist. En Downs er einhvern veginn sett inn í þetta og það sem að Downs-félagi hefur oft verið svona berjast fyrir er bara einmitt, í hvernig samfélagi viljum við búa, akkur skimum við ekki bara fyrir öllu, akkur skimum við ekki fyrir Williams, fyrir einhverfu, fyrir, þú veist, bara whatever, þá skulum við bara skima fyrir öllu og tökum síðan ákvörðun, en ekki velja eitthvað eitt og eitt úr, til dæmis eins og með Downs-heilkenni, bara fólk með þetta heilkenni getur stund að vinnu, skilur, það er ekkert títi fyrirstuð að lifa frábæru lífi þó sem með Downs-heilkenni. Þú veist, þetta er bara vel fungerandi einstaklingar í samfélaginu. En það er fyrir utan kannski 2 eða 3 fjölskyldur sem ég þekki eftir ég eignaðist Jónatna hafa klárað meðgönguna. Og þau eru búin að koma opinberlega fram, þannig að það er ekkert sem ég er að segja sem er eitthvað leyndamál, en ég meina þau komast að því og ég held að þetta sé barnum 4 eða eitthvað hjá þeim. Að barnið er með Downs-heilkenni, pappin var búin að vinna með einstaklingum með Downs og fatlanir og þau bara, ok,
frábært, þú veist, en þú ferð í skimun Akkurat. áður, sko, næstu áður þess að þessi bóðið það. Og ég man alveg þegar ég var ólétt að Jónotna, ég gerði þetta með alla strákana, líka með Skorra. Mér bóðið þess að hnakkaþykktarmælingu og ég spyr bara, já, ok, er það svona venjulegu sónar? Og ég man bara ljósmóðurinn sagði við mig, nei, það er öðruvísi, það er verið að skimun fyrir þessu og þessu og þessu, verður bara búin að ákveða hvað ætlar að gera við upplýsingarnar, ef þú farið einhverja fréttir sem þú ert ekki ána með. Einmitt. Þannig ég sko, þetta fyrir 15 árum síðan og ég bara eitthvað, hvað? Hún bara nei upp á bara fóstureyðingu og eitthvað og ég hugsaði bara strax, já, nei, þú veist, ég þarf ekkert, skilu, ég veit ég ætla að eiga þetta barn og ég þarf ekki að fara í sér skimun og ég gerði það með á alla, en það var sérstaklega með Jónotna, þannig ég hann eldri, ég er að vera, þú veist, ég er 43 og hann er 5 ára, þeim varst rosa skrítið, ég vildi ekki fara og það íttur svolítið á mig að fara í hnakkaþykktarmælingu, fannst það mjög skrítið, ég vildi það ekki. Einmitt. Þannig að sko Jónotni fæðist í heimafæðingu bara reyndar upp á Björkinni og tókum ekkert eftir að hann væri með Downs-selginni. Og ég hef oft hugsað eftir og bara, er það einhver afnitun? Eða þú veist, mér varst hann bara ógeðslega feitur með skáið augu og ljósmóðurinn líka skilur einhvern veginn og bara tætnar og eitthvað svona að við bara sáum ekki neitt. Þú veist, þannig að okkar meðganga var þannig að við vissum ekki að það var barn með Downs-selgina að koma, þú veist. Ég var meira bara svona, þú veist, það er annað gaur að koma, þú veist. En ég veit alveg að ég hefði ekki farið í fóstureyðingu, þú veist, bara því þú veist, það var bara, og það, eins og ég var að segja áðan, það er bara, mín hugsun er bara það sem á að kemur. Þú veist, og líka bara þegar konur missa, það er bara rosa lítið talað um það líka, þú veist, að svo oft sem að konur missa fóstur á milli meðganga, þú veist, og það er líka bara eitthvað sem að átti þá ekki að vera til, þú veist. Það er nefnilega, ég man þegar ég gerði það svo áhugavert, ég hef búin að gera alls konar fréttaskýringa þætti og alls konar umfjallanar og mér fannst þetta á þeim tíma bara eitt áhugaverðast, þú veist, ég var bara með þessu hugsunni á fóstureyðingar að sjálfsögðu, þú veist, sjálfsákvörðunir eftir kvenna og alltaf, en svo fór ég að kafa dýpra ofan í þetta og þá hugsaði ég, við sem samfélag höfum ekki tekið siðferðilega umræðu þetta sem er bara svolítið svona einmitt, þú veist, hver, eins og þú segir, þú veist, hver tók ákvörðunum að skima fyrir þess en ekki þessu? Er það bara einhver einstaklingur eða var það ríkisstjórnin eða hvernig var þessi ákvörðun tekin og þurfum við þá ekki að eiga umræðum svo verður tæknin betri og þá er þetta að skima fyrir fleiru og þá er það svolítið svona, þú veist, það er ekkert sjálfgefið að við stoppum hér og ætlum við þá að skoða hvar munum við draga línuna og líka bara eins og, þú veist, umræðum fóstureyðingar almennt að þá er það svona mitt ákvaða punkti er fóstur bara orðið að einstaklingi hvenær er réttlætanlegt að fara í fóstureyðingu og hvenær ekki og þetta er viðkvæm umræða en mér finnst bara einhvern veginn svona verðum við ekki að geta tekið þessu umræða að því ég meina ef þú ferði Livio, ég meina þú velur líka alveg, þú veist það er hægt að gera alls konar mix þú veist, ljósarður, þetta ég vil hafa þetta svona, ég vil hafa þetta hinsegin skilu, við erum bara og bara öll tækni í dag, hvort þessi gervigreindin eða þetta eða eitthvað, bara sem betur fer verður bara alltaf betur og betri en þetta er svona eitt af því sem við þurfum að taka bara samtali bara í hvernig samfélagi viltu búa eigum að búa bara það sem að í samfélagi sem er engin fatlaður einstaklingur, þú veist, ég fattaði alveg þegar Jónotni, við vorum búin að fá þessu greiningu að ég bara svona, vá, þú veist, ég þekki eiginlega engan sem er fatlaður ég myndi ekki eftir neinum úr æsku og ég bara, við horfum á hvort annað, ég og þessu, hún bara, þú veist, eigum við einhverja vin og vinkonu sem er, þú veist, blindur, með eitthvað heilkenni, heyrnalaus, þú veist, ég þurfti alveg bara svona, vá, hvað heimurinn okkar líka var bara, þú veist, þetta var alveg glænýtt, sko. Og það kannski lýsir svona, þú veist, að þegar við vorum að tala Össa áðan og hvernig við kynntumst og svona, að við einhvern veginn bara áður að tala saman, þá bara vorum við algjörlega í nákvæmlega sama syngi, þú veist, með Jónotna. Ég meina, við förum upp á spítala því að súrefnismettun hans var ekki nógu góð og hann fer í einhvern kassa, við erum tekin til hliður og bara lækninn segir bara mjög fljótt, þú veist, að við höldum að sé með Downs-selginni, þú veist. Og við einhvern veginn bara, þú veist, ég fætti hann fyrir 3 tímum, skilu, ég var bara ennþá í sömu fötunum og við einhvern veginn vorum bara, já, ok og eitthvað. Þannig COVID, þetta er 2020. Þú veist, þannig að þessu bara að fara heim, vera með hinum strákunum og ég var einu upp á spítala í einhverja 5 daga, bíða eftir blóðpröfum og svona. Og við náðum ekkert að vera neitt saman, skilu, Össu kom bara eitthvað eins og heimsótti og við vorum að fá pössun og svona fyrir hinastrákana og við náðum aldrei að eiga þetta samtal bara
þú veist, finnst þér þetta í lagi? Eða, þú veist, Einmitt. hvernig líðið þið með þetta? Ertu, þú veist, og það bara, það kristallar svolítið bara svona í okkar fallegu tengingu að við bara rættum þetta ekki fyrir að við vorum komin heim á spítalanum. Þú veist, þá vorum við bara, þú veist, að því við hvorust okkar upplifið eitthvað svona áfall. Við vorum ekki, þú veist, margir tala þú veist, kannski gráta einstaklingin sem þú hélt þú væri að fá í hendurnar eða eitthvað svona. Það var bara einhvern veginn, já, ég pæla aldrei ef að Jón Árni hefði ekki verið með þetta helginni eða eitthvað svona. Þú veist, það er bara eitthvað, já. Nei, því þá hugsa maður einmitt skilur, þú veist, þú segir hérna syrgja einstaklingin sem hefði, en þá er það einmitt, þú veist, þetta, því nú mamma mín vann svo lengi í Öskjuleirskóla og Klettaskóla, ég man bara í gegnum, sko, alla mína, þú veist, bara ef ég var að labba í bænum eða kringlunu og það var einhver staðar einstaklingum með Downs, þá var alltaf Elsa, hún hefði kennt þeim öllum, sko. Já. Og þá maður að hugsa með þetta, skilur, þú veist, það er svo margt annað í lífinu, þú veist, ég meina fólk sem það var maður sem kom inn í podcasti til mig sem að misti strákinn sinn úr overdósi og hann var bara komin inn í fíkn þegar hann var, þú veist, 14 ára eða eitthvað. Þú veist, þegar hann kemur í heiminn þá er enginn að syrgja að ég vildi ég hefði ekki eignast fíkil, skilur. Algjörlega. Þú veist, þannig að maður einhvern veginn að hugsa, búst, lífið er náttúrulega bara uppfullt af alls konar áskorunum. Ég hef oft sagt það, bara hvert barn er óvissuferð. 100%. Þú veist ekkert hvað þú fá í hendurnar og það má líka bara segja með vinasamband eða hjónaband eða hvernig sem þetta er, og bara lífið, þetta er bara ein óvissuferð, þú veist ekkert hvað er að fara að gerast á morgun, þú veist, þetta er bara algjörlega þannig. Og er ekki líka svo oft, þú veist, í lífinu að það sem er á yfirborðinu kannski rosa mikil áskorun endar á að verða stærsta gjöfin. Jú, 100%. Þú veist, þegar þú stígur inn í það að þá er bara svona, þú veist, hvers vegna erum við hérna? Já. Þú veist, það var enginn sem segði þetta á alltaf að vera rosalega auðvelt. Nei. Þú veist, ég sé það ekki þannig, sko. Nei. Og þú sé maður svona eftir á, þú veist, að þá einhver rosa krefjandi tímabil eða eitthvað sem var öðruvís en maður hefði vil, þú veist, maður hugsaði ef að heilin í mér vill fá að stjórna hvernig allt er, ef að allt væri þannig, þá væri lífið örugglega bara svolítið flatt, sko. Ég man alltaf eftir einhverju, við vorum að ræða eitthvað svipa og þá var einn sem sagði sko það verður alltaf að vera, þú veist, það verður að vera til ljótmyndaðir, bara svo vitir hvað er góðmyndaðir. Þú veist, það var bara svona einhvern veginn vísun í hvað sem er, þú veist, þú verður að geta farið í gegnum, þú veist, einhverja erfileika bara til þess að vita og hafa verið að drullu gott, þú veist, þetta er allt, þú veist, einhvern veginn, já, ef allt er bara alltaf einhvern veginn æðislegt og frábært, þá verður það frekar flatt, mjög fljótt, sko. En þetta er mitt að þetta er áhugaverð umræða því nú erum við búin að vera í tímabili mjög lengi þar sem er einhvern veginn allstað að vera að tala um fjölbreytileika og við eigum að fagna fjölbreytileikanum, en svo bara einhvern veginn þetta eitthvað svona sem að einhver tók þessa ákvörðun og við ætlum bara ekki að ræða þetta. En hún er rosalega einföld og Guðmundur Ármann sagði mig það að hann gat spurt lækni að þessu, þú veist, af hverju erum við að gera þetta? Og hann sagði bara svarið er bara mjög einfalt. Það er bara að því við getum það. Akkurat. Þú veist, þannig að Ómar hugsa bara, vá, þú veist, ok. En þetta er rosalega, þú veist, að leika Guð svona, þú veist, þú ert ekki velkomin, þú ert ekki, og fyrir kannski fólk sem er eignast barn í fyrsta skipti, þú færð þessa fréttir, bara mögulega er þetta heilkenni, þú veist, eða bara hvernig svo sem að þér er sagt, og svo er bara, svo hefur samband, eða við höfum samband við á mánudagen upp á næstu skref. Og það er bara gert ráð fyrir því á farir í fósturheim. Akkurat. Og það er svona einhvern veginn, það vantar einhvern veginn samtalið, fræðsluna, ég man bara, þú veist, þegar að við vorum nýbúin að eiga Jón Árni, ég var örugglega bara nýkomin heim, sko símtölin sem að ég og Össi fengum frá bara sjúklega peppuðum foreldrum sem áttu einstaklinga með Downs, bara velkomin í hópinn, hvað langar að vita, og bara það er geð, þú veist, þetta var bara svona, við vorum bara tekin inn í einhvern svona geggjaðan hóp af fólki, og það er svo æðislegt og það er svo margt vitað þetta heilkenni til dæmis, og ég hef líka heyrt, foreldra fatlars barns sem sagði sko, veistu það, að mörguleit vildi óska þess að barnið mitt væri með þessa greiningu, af því það er bara, það eru til samtök, það
ótrúlega mikið vita þetta, það er fullt af foreldrum þarna úti líka með fötlu börn sem er ekki með hennar greiningu, þú veist, það er ekki hægt að segja það er þessi fötlun, eða það er þetta og þá er erfiðleikum með að fá alls konar aðstoð, bara alls konar hluti, spegla sig, ég meina að eiga fatlað barn á Íslandi og kannski eina fatlaða barni með einhvers konar frávik er gríðarlega erfitt. Við erum þarna bara í rosa community skil og ég get alltaf tekið upp síman eða spegla mig, eða þú veist, þetta er svona, þannig að það er líka þetta sko. En ég hugsa alveg þegar Jónandi fættist, ég bara, já, er þetta bara eins og síðasti geirfuglinn, skilur? Þú veist, bara ætlan eftir að eiga einhvern vin með Down-selginni, þú veist, og það hefur fæðist svona ein á ári og það er ýmist svona surprise eins og var hjá mér, nema þessi fjölskyldallin sem vissi og kláraði, sko. Annars er þetta bara, og það þarf enginn að segja mér, þú veist, að börn með Down-selginni, þau koma, þú veist, þau verða til en þeim er eitt, skilur, og það er líka bara rosalega viðkvæm umræða og ég meina ég mögulega þekki einhvern sem hefur farið í fóstureyðingu bara út af því en hef ekki fengið þessa vitneskju því ég á Jónotna og ég er ekki að dæma það. Mér finnst líka bara að við verðum að fá að lifa í heimi þar sem við megum bara taka ein ákvarðanir og það er bara svo mikilvægt að séu gerðar einhvern veginn í sátt. Já. Þú veist, ekki í hræðslu eða að því að bara, þú veist, kannski bara ólstu upp með fötluðum einstaklingi og ert með slæma reynslu og bara tristir ekki að fara í gegnum hún sjálf og fer þá í fóstureyðingu, þá ertu búin að taka einhvers konar upplýsta ákvörðun, skilur við. Fólk með Down-selginni er ekkit verra en eitthvað annað fólk, þú veist, það er bara öðruvísi. Þú veist, alveg svo ég og þú erum hvorugt með Down-selginni og við erum bara greiðlega ólík, skilur við. Þú veist, þetta er bara einhvern veginn og bara fyrir utan það, þú veist, að Jónotni er bara með rosalega háa tilfinningagreind, hann er með miklu hærri tilfinningagreind heldur en bara mjög margir sem ég þekki, skilur við. Það er margt sem að hann gerir og margt sem að hann svona spottar út, þú veist, bæði fari hjá Össa eða hjá mér eða bara, þú veist, hann eldir bara, hann tekur fyrir svona ákveðna pappa bara í skólanum. Það er bara eins og hann sé bara, já, ok, Sölvi er eitthvað dánaði, ég ætla að faðma hann í mánuð. Og hann gerir það, hann bara vel og hann er svona kallakall og hann bara velur sér menn sem hann, og bara þetta hefur gerst bara frá því hann byrjaði. Hann bara tekur fyrir einhvern, svo bara svona eins og þegar hann er búin að ná honum, þá bara, svo fer hann bara á næsta. Og það er rosalega merkilegt að fylgjast með honum, að þið mjög margir svona, veit ekki alveg hvernig ég að vera og ég faðma hann og ég taka hann upp og eitthvað svona, hann hætti bara ekki, fyrir að þú ert búin að taka hann upp og þú ert búin að faðma hann, stundum tekur hann mig inn í faðmlagi, ég er búin að faðma mjög marga pappa á þessum leikskóla og bara það er eitthvað sem að bara, hinni drengirnir mínir hafa aldrei gert, skilur. En Jónotni hefur eitthvað, hann hefur eitthvað annað, skilur. Einmitt. Sem að þeir hafa ekki, sko. Mér svo áhugavert þetta hugtak, sko, það var vinur minn, hann notaði þetta hugtak mónokúltúr, mér finnst það svo góð pæling, sko, að við búum í samfélagi sem er svona mónokúltúr. Og það er kannski svona bæði í þessu samhengi en líka aðeins út fyrir það, og þú veist, bara eins og núna, nú erum við að taka þetta samtal hérna þegar það er bara allra dimmasti tíminn er að detta inn. En samt rúlar samfélagið á nákvæmlega sama tíma eins og í miðjan júní þegar er 24 tíma bjart. Ég hef aldrei þú veist, mér er svona, akkur búum við ekki til samfélagsáttum bara, þú veist, 2. eða 3. janúar er bara alltaf að fara að byrja klukkan 10:30. Og svo svona hægt og rúlega, eða bara svona mónokúltúr, allt á að vera eins alltaf og allir eiga að vera eins alltaf og við erum með eitthvað kerfi, menntakerfi og eitthvað svona og þú veist, það bara svona, og svo, þú veist, mannaði svona fattaði þegar vinur minn sem hann er yfirmaður í Reykjavíkurborg og hann benti mér á nýjar skýrslu, ég held að verið fyrri heitti fyrra sem sko árgangurinn 2007 drengir fættir 2007 þá ertu orðin í minni hluti að þú ert ekki með greiningu og þá er svona ok, og erum við þá að segja að allir þessi strákar, það er svo mikið af þeim eða erum við of mikið að reyna að fitta alla inn í eitthvað box sem er orðið úrelt og virkar ekki, við þurfum að skoða boxið en ekki segja við allir þessar stráka það er eitthvað að ykkur, skilur og minnst það svo áhugavert einhvern veginn langar okkur að búa í samfélagi þar sem við erum einhvern veginn að þrengja okkur ennþá meira inn í eitthvað svona mónokúltúr þar sem allt á að vera eins og allir eiga að vera eins og einmitt svona raunverulegu fjölbreytileiki er eitthvað sem við erum svona einhvern veginn, nei, þú veist bara ef þú ert ekki til í að vera 9-5 þræll og gera þetta svona og svona þá er eitthvað af þér
finnst þess bara svo áhugaverð pæling. Já, og líka bara, þú veist, að sjá fatlaða einstaklinga úti á vinnumarkaðan og þá er ég ekki að tala um einhvern einn og einn, þú veist, að sækja kerrur í bónus, þú veist, ég er bara að tala um að fá bara að vinna á uppáhalds kaffihúsinu eða þú elskar leikhús og þú fær vinnu í þjóðleikhúsinu, þú veist, og saman hvort þú viljir, þú veist, vera að dressa eða vísa til sætis eða bara fá að fara í nám sem langar að fara í nám, þú veist, það er bara svo ótrúlega margt sem vantar upp og ég meina, ég og Össi fórum til Ítalíu í brúðkaupsferðinni okkar og þar var einstaklingur á kaffihúsi með Downs-helginni að servera kaffi og við bæði vorum bara og vorum einhvern veginn búin að horfa og eitthvað svona og það kemur mér þess að kona sem var að vinna þarna, hún var bara er eitthvað vandamál hjá ykkur, þú veist, bara er hann að trufla ykkur, þú veist, og við vorum alveg bara nei, bara við eigum dreng með Downs og vorum bara eitthvað útskýra og hún alveg já, og þá sem bara það er yfirlega stefna hjá okkur, við vorum sko alltaf að reyna blikkan til að fá hann til að afgræða okkur, því að við vorum alveg bara okkur langaði eitthvað svo í athygli frá honum, þá sem bara það er yfirlega stefna bara hjá okkur, það er alltaf eitt fatlaður í vinnu, þú veist, við erum með stað út alla Ítalíu og yfirleitt er það einstaklingar með Downs því að þeir bara eru ótrúlega flottir í vinnu og bara það er að reiða sig á það og þeir mæta og eitthvað svona og mér finnst þetta svo geðveikt hérna, ég meina, þú veist, og það er til heilu kaffihúsin úti í heimi, skilur, sem eru bara fatlaðir einstaklingur og það tekur þið kannski, þú veist, 10 mínútur að fá kaffibollaðin whatever, þú veist. Ég ætlaði einmitt að segja, það er þessi hraði, því þegar hún nefndir þetta með kerrurnar, þá ætlaði ég einmitt að segja meiri segja kerrurnar, því það sem ég gerir strax í hausnum á mér þegar þú nefnir þetta en maður er í svo miklu hraða og við erum öll í svo miklu hraða og okkur liggur svo að þá hugsa ég strax hagkaupiskeifunni sem ég fer á svo oft og það er strákur þar sem er mjög oft að taka kerrurnar og hann gefur mér alltaf hlýtt í hjarta því þegar ég kemur þarna, þá kemur alltaf svona bros og hann segir bara, hæ Sölvi, gaman að sjá þig og ég svona það var ekki hægt að hafa betri mann í þessu starfi og hann er í alvörunni bara að gera daginn minn betri og þá hugsa maður einmitt, þú veist, þetta er ekkert eitthvað ef ég myndir hæja aðeins á mér þá myndi þessi strákur geta breytt einhverjum vondum degi í góðan dag, það væri bara svona hann er að minna mig á að ég er búin að vera fastur í hausnum á mér allt í einu fæ ég eitthvað bros, ég fæ gott viðmót bara svona, ég má anda út og slaka á bara einhver sem horfir líka bara í auguna akkurat, þú veist, og bara má ég hjálpa þér, þú veist, og þetta er svo ég veit það ekki, þetta er bara svo sorglegt líka hvað við erum einmitt, bara alltaf mikið að flýta okkur og við erum ekki á staðnum og við bara það er eins og við höfum ekki tíma fyrir eitt eða neitt, skilur og ég meina, þú veist, alveg sama hvaða starf það er, ég bara sé ekki mikið að fötluðu fólki á þeim stöðum sem ég fer á þú veist og já, þetta er bara einhvern veginn og svo líka bara, ég get svo endalaust rætt þetta eins og bara með ferðaþjónustuna og það er bara svo margt sem að þú veist, þetta er fólki sem kvartar ekki. Einmitt. Jón Árni, þú veist, skrifar ekki grein í blaði, þú veist, það er ég, mammans eða Össi pappans, skilur, sem erum bara endalaust einhvern veginn í þessu. Ég meina, ég til dæmis á rétt á ferðaþjónustu út af Jón Árna, en ég bara nota hann ekki. Fyrsta skiptið, sko fyrir utan hvað er ógeðslega erfitt að skrá barn og þú átt að fara að þanga á þessum tíma og eitthvað svona og sækja þarna og eitthvað. Þegar Jón Árni var búin að bíða úti 2 ára með stuðningi úr leikskólanum sínum í korter og ég vinn á samastað, ég bara horfði á hann rigna niður þarna, þá hringi ég til þessi ferðaþjónustuna, hann fyrir á æfingu 2 viku, talaæfingu og svo svona sjúkraþjálfun. Þá segi ég bara ferðaþjónustan, við áskilum okkur rétt til að vera svona 10 mínútur korter og sein, þannig að þú veist, við erum ekki sein. Og ég hugsaði bara, já, ok. Svo loksins þegar þau komu, þá þú veist, 20 mínútur síðan hann átt að koma, þá eftir að keyra, koma, þú veist, Jónanna inn, koma honum út og hann er nú ekki með göngugreindi eða neitt, þú veist, hann er bara, þú veist, það þarf að vera með stól með, sko. Og þá er bara æfingin byrjuð, skilu, og þá er hann bara orðinn og seinn, þú veist, og bara talandi svona og eitthvað, og ég bara, nei takk, þú veist, þú getur ímyndaðir bara foreldra sem geta ekki staðið þessu, þú veist, ég er bara það heppin og stuðningurinn hans er bara með eigin bíl og við erum með samkomulag, skilu, og það er bara sessa í bílnum. Annars væri ég bara með bílstól, þú veist, að fara í ferðaþjónustuna, hann að bíða með einhverjum stuðning út í skíta kulda og það er engin, þú veist, þetta fólk kvartar ekki. Ég meina, þú manns bara eftir fréttinni að það var einhver fatlaðri einstaklingur bara skilin eftir fyrir utan hjá bílstjóranum.
að því hún fór heim til svona lagði sem við miðan dag og greið einstaklingurinn satt bara út í bíl, skilur við. Það er svo margt svona sem að einhvern veginn, já, við erum bara brjóta á mannréttindum fatlaðs fólk, skilur við, þú veist, og það er svo margt sem þarf að einhvern veginn, það er svo margt sem þarf að laga til og við foreldrarnir förum svolítið að berjast alltaf, þú veist. Já, mér finnst hluti af, þú veist, þarna í þessu er líka bara einhvern veginn, þetta sem maður ræður með hraðan, mér er svo mikið hugleikja því ég er náttúrulega búin að vera mikið út af Ester kærusturinn minni á Zanzibar og svona, og það er svona einhvern veginn, og ég er alls ekki eitthvað að glorify allt þar, en maður kemur þarna, maður er búin að vera þarna í smá stundum, bara svona, hvar glötuðum við þessu? Þú veist, það sem bara fólk á tíma fyrir að lifa. Skilur það bara einhvern veginn svona, ætlum við alveg bara að vera að flýta okkur þangað til deyjum. Skilur bara, þú veist, hvað varð bara, og eins og þetta sem þú ert að segja, skilur einhvern veginn að þurfa að vera að hlaupa á milli staða eitthvað svona, og ég hef tugsað þetta, skilur, það var í frönsku byltingunni, ég held að það hafi verið, ég held að séu komið, þú veist, það er meir en 200 ár síðan, að þá var verkalýðurinn að berjast fyrir ekki meir en 8 tíma vinnudagur. Svo er bara allar þessar tækniframfarir og internet og allt þetta og við erum bara að vinna meira. Hvað gerðist? Og talandi um þetta með gervigreindin og allt þetta, skilur það svona, já, nú gervigreindin eftir að setja okkur þangað að við munum bara geta hætt að vinna. Nei, ég held bara að sagan sýnir okkur að það sem gerist alltaf að vera nýja tækniframfarir, það er svona mjólkast meira í efsta 0,1% og þetta fer bara allt þangað. Og við einhvern veginn bara áfram einhverjir vinnumaurar og þrælar og eitthvað, þú veist, og það er svona saknaðir svo mikið. Þú veist, talandi einhverju svona ákvarðanir, þetta er kannski aðeins, svona, þetta er í samhengin, úr samhengi við það sem við varum að tala að þú veist, eins og þetta með bara allt í einu komin einhver nakkaþyktamæling og allt í einu komið eitthvað og það er svona, býtu, hvenær var þessi ákvörðun tekin? Hvenær rættum við þetta ekkert? Og er þetta bara svona, að það fannst mér svo margt á Íslandi og svo mikið verið að velta fyrir mér hvaðan við erum að koma og þú veist, bara lífsskilyrðin hérna eru rosalega hörð, rosa hörð og þá er það þetta, þú veist, einhvern veginn, ef við vorum ekki bara dugleg í einhverju lífsbaráttu, þá vorum við bara að fara að deyja. Og mér finnst einhvern veginn, nú erum við komin á stað þar sem, þú veist, við eigum flestu ekki öll, þú veist, taka yfir höfuðið, föt, mat, við höfum allt það helsta, en hugafærið okkar er ennþá þannig, þú veist, meira sem svo í stjórnmálunum, það þarf alltaf bara, þú veist, hvað þarf að gera til þess að bara næsti mánuður gangi upp, og mögulega hvað þarf ég að gera til þess að ná endurkjör eftir 4 ár. En það er enginn að tala um hvernig samfélag viljum við byggja upp og hvað ætlum við að vera 2050. Skilur þá er það bara í pínur sem því þá mútið þurfa svona staldra við, fara upp í 30.000 fetin og ef við tugsa bara eitthvað á 70% Íslendingum er í ofþyngd eða offitu. Þú veist, það er bara 70.000 Íslendingar er að taka þunglindis og kvíðalyf. Mér finnst þetta að vera stærsta samfélagsmáli, bara af hverju? Þú veist, af hverju þú veist, við erum bara að drepa okkur úr streitu og einhvern veginn, og ef við höldum því bara áfram og erum alltaf bara að pæla í næsta mánuði, þá erum við ekkert á leiðinni í rétta átt, sko. Og mér finnst þetta allt tengjast, skilur, því þegar þú ert að tala þú veist, þá hugsa maður og aftur án þess að maður sé eitthvað glorifæð, þá ert komin í svona træbal hugmynd, eins og til dæmis bara í Tansaníu eitthvað, einhverjum barn, þá er bara, þú veist, það er heilt community að hjálpa þér að barn. Þú veist, það bara er þannig, þú veist, það er bara ennþá kannski 200 manna træp sem er bara svolítið að halda hópin. Og það er bara það sem maður þarf, þú veist, bara eins og þú veist, bara it takes a village, þú veist, það er bara, og það er ekkert grína alveg barn, þú veist, það er bara rosa mikið. Og já, þetta er svona, mér finnst svo fyndi að því við erum að tala um hraðan og þetta að ég fór bara að hugsa um líka bara þulan á RÚV. Já. Ég sakna hana svo ógeðslega mikið. Þú veist, að bara, og ég hugsa til fullorðins fólks í dag, þú veist, heima hjá allan daginn og þetta er fólki sem ólst upp við það, þú veist, það var ekki sjónvarp á 50 dögum og svo kom sjónvarpið og fyrst var svartkvítt, þú veist, bara við þekkjum þessu sögu. En það var vant ekki að kveikta sjónvarpinu, það var einhver sem talaði við þig, þú veist, þegar maður hugsa líka bara svo mikil einmannaleiki, þú veist, ég hugsaði bara, vá, ef að, nú er allt bara raddir og maður bara, já, ok, þetta er gervigreindaröddin þú veist, eitthvað svona, eða væri bara kona eða maður sem kemur á skjánu og bara góða kvöldið og bara myndi horfa í auguna þér og getur ímyndar allt fullorðna fólki heima á sér sem bara, eða þú veist, við erum búin að taka svo margt og ég hugsaði bara, þetta getur ekki kostað það mikið pening. Nei. Þú veist, ég bara,
og allar, og ég bara, og allar þessar þölu og svo gaman og ég náttúrulega var að pæli bara í hvað blús er hún og bara vákaða flott á hana hárið og ég var að pæli allt önnum hlutum, en ég hugsa bara að því það er líka bara þetta er svo mikið einmannaleiki hjá fólki, allt þetta kommentakerfi og allt sem er í gangi, ég held að þetta sé bara í grunninn, þetta er rosa mikill einmannaleiki og ég heyrði bara þarna 2020, þetta er rétt á hann að Jónandi fæðist, þarna er Jón ólétt, þá les ég inn þarna hugleiðslur inn á Rás 1, eða þú veist, já, Rás 1 á RÚV og var þarna sem sagt morgunleikurinn var tekin út og hugleiðslurnar eftir mig settar inn hann í janúar og ég er enn að heyra frá fólki sem er að fara inn á Spotify, fara inn á Storytel, finna hugleiðslurnar og fann svo gaman þegar þetta var í dagskrá. Þú veist, það var einhver að tala við þig, alveg svo bara morgunleikum minn og allir þessi þættir. Það er, þú veist, það vantar svo einhvern veginn, já, við erum öll svo aðtengt einhvern veginn og það er svo mikið í boði og maður veit ekki hvar maður á að byrja að klikka og einhvern veginn, já. Og þá er það aftur þetta með, þú veist, hvað ætlum að vera ég sagði 2050 en bara 2030. Það minnst ég Dóri DNA er mjög skarpur náungi og hann var hérna hjá mér og við varum að ræða og hann kom með svo góðan punkt hvar er Íslands samfélag og þú sagðir, þú veist, áður þú komst hingað í Vesturbæliðin og sagði það er sundlaugarnar og þess vegna þegar allt í einu fyrir að skera niður eitthvað opnunatími í sund, bara nei, þetta er eini staðurinn þar sem bara allir eru jafnir, allir eru ekki í símanum og þetta er eina svæði sem að enginn er í símanum og ég meina fyrir Skorra skilur hann er að vera 15 ára bara geggjaðu selur alltaf í sundi, ég meina ég var með hann í sundi skilur kvölds og morgna þegar hann var barn og núna, þetta er eini staður sem úlingar eru ekki í símanum og bara hafa gaman, þú veist, ég vildi óska þess að væri laug sem væri opið til miðnættis, þú veist, helgar, því að þetta er bara besti staðurinn fyrir krakkarna til að vera á. Algjörlega. Og fyrir utan það, ég hef svo oft sagt það, því ég er svo mikil sundstelpa og mér er svo gaman að vera í sundi, þetta bara ól mig líka upp bara varðandi bara sín mín á konur og líkamann minn, bara sem kynvera, þú veist, ég sé bara alls konar brjóst, alls konar rassa, alls konar læri, þú veist, maður er bara vanur að vera allsber með fullt af konum og maður bara sá alls konar líkama og þetta er svo ógeðslega mikilvægt, þú veist, að við bara erum að alast upp á alls konar heimilum, sumir fara aldrei úr og allt eitthvað vandræðilegt og eitthvað, en þarna ertu bara í sundi og allir jafnir, síðan fyrir bara út eins og segir, það er bara allir í sundskilum og þú veist, og þú sérð alls konar kroppa og þetta er svo fræðandi og líka bara sem úlingur, geta verið með einhverju sem voru skutinni eða ekki eða þú veist, og bara, við erum bara öll á sundföt og þetta er bara líkami þú veist, sumir eru með hálfa hendi og aðrir eru í hjólastól og æskilur, þetta er bara staðurinn, þetta er svo mikið þú veist, þetta er svo mikil skóli spjalla við alls konar fólk, ég menna öll þessi samtöl sem maður átti í heitabóttunum með hinum og þessu fólki maður hefði aldrei talað við þetta fólk ef maður hefði ekki hitta í heitabóttunum þú veist og það er bara eitthvað svo fyrir utan vatnið sem er svo heilandi og færi sturtuna, skóla af sér þú veist, ég var ógeðslega pirruð í morgun einhvern veginn hreitti, þú veist, ég var ósofin hreitti í strákan og var að drífa mig og eitthvað því, þú veist, ég var alveg komin hringin, ég var að drífa mig að fara í sund til þess að gera eitthvað æðislegt fyrir sjálf á mig og ég hugsaði bara þegar ég kom í laugina ég bara skóla myndi í burtu, þú veist, og ég noti þetta oft svona líka, bara ef ég þarf að skóla eitthvað að mér, ég er eitthvað stressuð eða liggur illa á mér eða hvernig það er þú veist, vatnið er náttúrulega líka bara svo geðvegt, sko. Algjörlega, og heilin í okkur er svo öflugt tól, sko, að ég hlustaði eitthvað þérna á podcast þar sem að náungi sem ég hlusta svolítið mikið á, hann heitir Aron Abki, ógeðslega flottugur, og hann talar bara let the angel of water wash you, og það stundum þegar ég er eitthvað á okkur mjög erfiðum modni og eitthvað ég fer í sturtu, að þá er ég bara að hugsa þetta þegar vatnið kemur yfir mig bara það er bara the angel of water er að koma á mig og ég bara finna fyrir vatninu og ég er með mér í sturtunni og þá mitt fattar að það er bara í alvörunni þannig að vatni getur verið að bara hreinsa þig af hlutum, skilur við. Algjörlega, ég trúi því, sko. Og þá hugsa maður þú veist, og þetta er náttúrulega kannski, þú veist, maður getur alveg farið langt með þessar pælingar sem við erum komin í, en ég var að því ég er núna búin að vera svo duglegur að fara í fargufuna, sko. Já. Þú veist, maður talað bara svona eitthvað heilbrigðis, þú veist, að því heilbrigðiskerfið okkar er í raun og veru sjúkdómakerfið, það tekur við fólki þegar að skaðinn skeður, en hvað við myndum ná talandum aftur, ef við erum að plana hvert við viljum vera eftir 20 ár, ef það væri allt í einu þannig, það geti gert bara meira fyrir einstakling
að fá að fara, þú veist, þú ert að fara í sánu til að hitna, þú kælir þig inn á milli, þú farið að labba eins berfættur, þú ert að hitta annað fólk, þú ert ekki í símanum, þú ert að hlusta á tónlist, þú ert að tekja svo mörg box í einu sem eru góð fyrir heilsuna þína, hvað ef að ríki myndi byrja að niðurgreiða svona hluti til dæmis, skilur að þetta kostar alveg svolítið. Já. Og þá maður myndi að hugsa, þú veist, mér finnst það að vera svona nútíma heilbrigðisþjónusta, það sem væri pínu svona ok, þú veist, það sem við þurfum núna er að við þurfum að byrja að koma saman aftur, fara úr símanum okkar og þú veist, yndislegt og það getur verið að vera með fólkinu sem þú býrð með, að líka hitta annað fólk og, þú veist, vera í félagslegum tengslum og einhvern veginn það, þú veist, við erum komið með nógu mikið af niðurstöðum og rannsóknum til þess að vita bara þessir hlutir er að gera okkur gott og, þú veist, ef við getum einhvern veginn reynt að koma þeim inn í kerfið, sko þá held ég að það væri mjög farsælt fyrir allar. Já. Og á þess að þurfa að, þú veist, vera komin á vegg eða sækja eitthvað í gegnum virk, þú veist, ég man bara þegar ég útskrifaðist úr jákvæðu sálfræðinni, það er fyrir einhverjum kannski 2-3 árum. Þá var lokaverkefni mitt leikskóli fyrir fullorðið fólk. Já, einmitt. Og það var basically bara þetta, þú veist, mér langaði bara að fara, þar sem ég myndi bara stimpla mig inn, taka mig kápuna og það væri bara búið að hanna daginn minn, þú veist, og það samastóða, þú veist, hvort sem að það var einhver útivera, hvort að það var í sund eða gufa eða út að labba, en í hóp, að það sem gerist þegar þú ert partur af samfélagi og þú ert partur af hópi, ég tengi að við bara eins og meðgöngujóga, þú veist, við erum bara allar ólítar og við erum allar að vinna saman hlutnum og maður er bara partur af hópi og það færi til þess að mæta, þarna væri bara eitthvað, það sem þú ert partur af hópi, getur verið að deila, þú veist, og ert bara, það er svolítið búið að gera prógrami fyrir þig, án þess að vera að koma með einhverja greiningu, vera komin á vegg, þú ert bara einhvern veginn, já, þetta er bara jákvætt inngrip, þú veist, inn í lífið þitt, af því það er svo erfitt oft að koma sér á stað sjálfur og vera einn, skilur, við erum svo misjöfn og við oftast nær erum alltaf einhvern veginn að reyna að leita að hópnum okkar, þú veist, að krátinu, hvar nægi tengingunni. Já, og einmitt, þetta bara þörfið fyrir að tilhæra svo mikilvæg, sko. Já, og bara, þú veist, hvað þá, þú veist, bara eins og sjálfsvinna, þú veist, fara á fundi, þú veist, ég meina, ég þekki það bara, þú veist, að fara á Al-Anon-fundi, þú veist, þetta er bara, þetta er svo, þú veist, og ég veit að maður náttúrulega ekki verið eitthvað neina að auðlýsa að tala en ég bara, fyrir mig, þú veist, þetta var alveg svona algjört, bara, wow, þú veist, búin að vera í jóganu, búin að vera að gera alls konar hluti og mér finnst þetta svona vera svolítið svona systirinn, skilur mér finnst þetta svo fallegt sitja á fundi í þessar tjáningu og einhvern veginn og bara, og í grunninn finnst mér þetta vera, þú veist, þetta er svona eini staðurinn þar sem þú situr og það er bara allir í hjartanu, það er engin með grími, það er engin að reyna að vera eitthvað og allir bara í einlægni að hlusta á einhvern annan engin tala. Engin sími, það er allir bara að hlusta, þú veist. Talandum aftur, hvað er samfélagi og sundlöðanar og þetta, ég mitt að því við eigum með sameiginlegt að hafa verið á 12-spórafundum Al-Anon. Ég man að kom tímapunktur sem ég alltaf hugsaði bara, þú veist, þetta er hinn nýja kirkja, sko. 100%. Kirkjan var allt einmitt svolítið eins og sundlöðanar eitthvað svona, skilja bara fólk fyrir kirkju og sunnudögum, þú kemur saman, það er allir jafnir, það er allir eins inn í kirkjunni og núna finnst mér einhvern veginn, það eru bara tugþúsundir Íslendinga að mæta sjálfviljugir á fundi, þar sem fólk er að, þú veist, deila og hlusta og reyna aðstoða hvort annað og tengjast og að sitja vel í sjálfum sér og vera, þú veist, einhvern veginn góð manneskja, líða vel og geta verið til staða fyrir sjálfa þig og aðra, þú veist, þetta er bara þetta er svo hreint og fallegt og þetta er bara sem að, þú veist, við viljum vera hamingjusöm og sitja vel í okkur og ekki sitja uppi með einhvern veginn fullan bakpoka einhver rusli, þú veist. Hvað hérna með langaði aðeins að skipta takt, þú talaði á þöluna, þú hefði verið að horfa á fötin þeirra og svona. Þegar þú veist, varst að læra að vera að fata hann þér. Var það tímabilið, varstu þá í París? Nei, sko, ég kemst inn í listaháskólann þegar ég 19 ára. Ég var alltaf með eldra fólki. Ég var bara yngst, ég var ekki með stúdentspróf eða neitt. Það voru bara allir að sækja með listaháskólann. Fórum í innskólann í Hafnarfirði. Eða, þú veist, ég byrjaði FB, fór í innskólann í Hafnarfirði og svo var allir að sækja með listaháskólann. Og ég sæki bara þú veist, gerði möppu og var tekin inn á möppunni
og það rauninni þá sem ég byrja að fara alltaf til Parísar á hverju ári og fórum við á tískuvikuna, einu sinni 2 ári og fórum að vinna bara fyrir alls konar hönni og svo þegar ég var búin að vera ár í náminu þá fær maður alltaf að vera aðeins lengur og lengur á tískuvikuna fyrir svona eftir hvað fatahönnur þú færð að vera hjá og svo fór ég í skiptina seinasta árið mitt og var svona tæft ár úti kem heim, útskrifast og svo ákveði flytja aftur til Parísar þá fór ég að sérhæfa mig út sem á bróteri fór í skóla hjá Chanel og fór að læra að sérhæfa mig brótera. Hvernig fílar þú París? Rosa vel. Já. Ég svona hata hana og ég elska hana. Mér finnst það bara svona ég náttúrulega á þessum tíma, þú veist, ég svona 2000, ég fer hérna fyrst 2004 þá var geðveitt að vera námsmaður bara línpenningarnir voru bara hefi góðir, þú veist, og bara gjaldrir var svo glæð, þú veist en jú, ég svona, en þú veist, þetta bara svona tíðanbili þar sem að þú veist, og ég hugsa bara, og þetta svo risaðilulegt, sko, en þú veist, ég var bara með möppu, bara reyna að finna einhver hverfi og, þú veist, það ekkert, skilu, og var ekkert Instagram, og var ekkert Facebook, skilu, ég var bara algjörlega sóló hana og þú veist, ég rata aldrei neitt og ég villist allt og ég ógeðslega einhvern veginn áttavilt allstaðar og ég bara var ofta að tínast og fara inn í einhver hverfi sem ég átti ekki að fara í og þú veist, þetta var svona það sem að mér finnst erfiðast var að vera ein það var svo mikil áreitið hana. Já, ég veit. Ég bara gekk með húi í töskunni og ég var með, þú veist, að ég var alltaf, þú veist, hælum, ég var með flatbotna, þú veist, ég þurfti að klæða mig niður, þú veist, á kvöldin. Ég var með stelpu í skóla þarna sænskri, þú veist, henni var til dæmis rænt, bara upp í bíl og hún var eitthvað svona að deila með okkur og hún sagði, lét okkur allar hafa blöðrur til dæmis og ég sagði, hvað ég var að gera með blöðrur? Hún sagði, þú blæst hana upp og þykist þér ólétt, þú fer heim í kvöld, þú veist, þá ertu að láta henni í friði. Já, hvað var bara áreitið af já, bara kallmönnum, já. Maður bara í metrónu, þú veist, hendi var komin undir pilsið, þú veist, það var alltaf verið að flauta þig, það var endurist verið að elda mann heim, þú veist, það var verið að reyna að komast, þú veist, það var svo mikið svona, sem mér, svona, ég einhvern veginn var algjörlega nýtt fyrir mér, ég var svo ungana, þú veist, og einhver sagði hæ, þú veist, þá var ég alveg, þekkir mig, þú veist, ég þurfti alveg bara svona, og þú veist, í lokin var ég alveg komin, þú veist, það var bara svona ákveðið lúk sem maður þurfti að setja upp, sko. En hún er mjög skemmtileg, sko. Já, þetta er held ég svo borg sem ég hef komið oftast til, sko. Pappi minn var í námi þarna, fyrsta borgin sem ég kom til, sko. Og þarna, ég segi eins og þú, sko, þetta er svona, hún er, þú veist, sérstaklega þegar ég hefur verið í París með einhverju sem er að koma á fyrsta skipti, þá sér maður hana með sömu augum eins og maður sjálfur var í fyrsta skipti og þá er hún náttúrulega rosa skemmtileg, þú veist, fallega byggingar og einmitt, gamla latínu hverfi og allt þetta er rosa skemmtileg, sko, en svo einmitt, mér fannst að, ég var í París þegar COVID var að byrja og ég einmitt þurfti að fara heim, það var vikan, það var mjög áhugavert, það var sko vikan þegar að COVID var að koma fullum þunga að það var, þú veist, ég kem til Parísar til systur minnar sem bjóðar á þeim tíma og það var að byrja eitthvað pínu þarna, svo bara, þú veist, 5 dögum seinna var búið að loka þessu, 4 dögum seinna var búið að loka þessu og svo þarna undir restina það var bara allt í, þú veist, kaffihús ekki opin lengur og svo voru bara, þú veist, herinn og skriðdekar á leiðin inn í borgina og þetta var rosa svona, einhvern veginn hvernig þetta var að gerast bara mjög hratt og svo kom ég einmitt aftur til þeirra þegar hún var opnuð aftur og það var rosa skemmtilegu tími til þess að vera í París sem ég er ekki vissum að muni koma nokkuð til hann aftur, sko. Því það var bara, maður var aldrei bara einn. Já. Mér var svona rosa busy og þú svolítið fyndið ég einhvern veginn að því, sérst, elsti strákur minn, sérst, fæmdist núna í ár og hann vildi bara fá upplifun. Þannig að við fórum saman til New York og ég hafði aldrei komið til New York, bara langaði að fara lengi og það var svo gaman að fara með honum, hann bara ég finna, þú veist, ég á eftir að koma þarna aftur, þú veist, og ég fann það líka alveg, ógeðslega gaman að vera þarna, sjúklega busy borg, en ég hugsaði bara, samt ég alveg bara, hermitin bara mættur, mér langaði bara einhvern veginn að fara inn í mig, fara heim, fara upp í sumarbústað og vera ein. Ég held að það sé líka bara mitt, þú segir með strákið, það er alltaf aldurinn líka, sko, fyrst skipti sem ég kom til New York, þá var ég 19, held ég. Já.
og tilfinningin sem þú færði bara svona, bara öll tækifæri í heiminum. Já, og það svo fallegt og hann ennþá að tala um þetta og mér finnst það svo spennandi og það svo gaman, þú veist, þetta var svolítið París fyrir mér. Þetta var bara, þú veist, ég bara flutti út, bæði ég var að, þú veist, ég skipti námi, svo fór ég að vinna þarna, ég fór að selja hönnunar mína þarna, þú veist, það var allt í gangi. Og ég var ekki að ströggla með peninga, það var bara einhvern veginn, gengi var þannig, það var bara í góðu, sko. En svona, þú veist, þegar maður búinn að upplega þetta, það svo fallegt einhvern veginn að finna hvað gaman að eldast og vera búin að upplega einhverju hluti og talandi að fara tilbaka og vera með þuluna og bla bla bla. Ég fann bara þegar ég kom heim frá New York, ég fór inn í Helgadal, fór bara upp í sögumbústað, beðið hans bara geðugt að kveikja einu útikerti, hvað maður einhvern veginn, mér langaði helst, þú veist, bara að skrifa bréfsefni eða, þú veist, ég kjarna mér náttúrulega með því að vera mikið að sauma og brótera og það tekur bilaslega langan tíma og það kjörnunin, skilur, að bara að hægja mitt á okkur. Það rosa merkilegt að vera eins og út í New York, það sem svo mikið læti og það svo mikið af fólki og ég svolítið svona, ég tíni mér svolítið á svona stöðum, svolítið eins og ég gerði, þú veist, ég tala oft um svona Parísartelmu, þú veist, hún allt öðruvísi telma heldur en ég í dag, skilur, mér fannst ég svolítið tína mér þarna. Þú veist, kjarnin minn einhvern veginn, þó ég hefði verið að gera 9 ára nýja línur og svona, en ég var í rauninni miklu meira frá mér heldur en einhvern veginn í mér, eins og ég í dag. Og ég eins mikið og ég var ekkert eitthvað rosa spennt að flytja heim 2008, en ég var samt, þú veist, einhvern veginn eftir á hyggja að sálin mín var bara, takk. Þú veist, þarna var ég ekki alveg komin í þessa andlegu tengingu en það var eitthvað bara sem var ekki að fitta. Þú veist, og ég held bara, þú veist, að vera týnd, vera ekki alveg í mér, svo kemur ég heim og þá kom eitthvað svona göng og þá byrjaði svolítið jókaferðalagið, þú veist. Já, einmitt. Þú veist, ég ekkert vissum ég hefði flogið þangað, ég haldi áfram að búa, skilur það. Þú veist, skilur þau? Nei, þetta svo lúmst, af því maður náttúrulega bara, þú veist, þú ert kannski, og maður hugsa einhvern sem bara fæðist í svona borg og býr þarna, að þá ertu bara, þú veist, þú getur ekki séð utanfrá, þú veist, af því þú þekkir ekkert annað. Nei, einmitt. Og maður myndi að hugsa skilur, ég horfði eitthvað til hann á einhverja heimildamynd þar sem, það var, sko, staðurinn sem var nefnt var að meðal kynverji, fer í gegnum alla æfina og kemst aldrei úr kallfæri við aðra mannesku. En ef þú kallar nú á hátt, þá alltaf einhver heyri í þér á meðan þú ert lifandi. Þá er það bara, wow. Þú veist. Já, það rosalegt. Og þá ertu náttúrulega ekkert með þess að, þú veist, að ég veit ekki, ég get ekki talað fyrir aðra en fyrir mig einhvern veginn, þú veist, að vera alltaf í komin einhvers út í náttúru, þar sem að það bara einhvern veginn að hægir á öllu kerfinu og áreitið farið, þú veist, ég þarf á því að halda. Ég get ekki tala fyrir aðra, en þú veist, og síðan er líka áhugavert með þessar borgir, þú veist, stórkostlega og það sérstaklega maður ungur einmitt, þú veist, bara að vera með öll tækifæri í heiminum og allt þetta, en svo, þú veist, kynnist maður fólki sem býr í þessum borgum og maður fer að tékka þessu og hvernig lífið þitt, og þá þú veist, hvers vegna þú veist, hvers vegna fer mannskepnan að sækja í þessar borgir, það er náttúrulega bara tækifærin. Svo talar við eitthvað sem býr í New York og meðal manneskjan sem býr í New York, nú nefni ég bara New York, ég geti ekki líka verið í London eitthvað, að þú býrð í einhverju svona semi-útkörfi að það er of dýrt að búa alveg central. Þannig að bara að komast í og úr vinnu kannski 45-60 mínútur hvora leið í einhverjum almenningssamgöngum. Svo að því það er dýrt að lifa, þá þarf það að vinna mjög mikið. Þannig að þegar þú kemur heim úr vinnunni, þá ertu yfirleitt bara alltaf búin á því. Þannig að á endanum ferði yfir allt árið þitt og þú veist þó að það séu tónleikar með Beyoncé og Bruno Mars og eitthvað í hverri viku, þá fórstu kannski á eina tónleika allt árið, eða enga. Þú fórst á jafn marga veitingastaði eins og ef þú hefur búið á Akureyri. Skilur þannig að það er svona, ok, þú veist, ég með allir sem möguleika, en á endanum lífið mitt bara eins og ég sé að búið ykkur 20.000 manna þorpi og ég ekkert að nýta allir sem möguleika. Þannig að þú veist, heilin í þér einhvern veginn rosa skotin í þessu, en lífið þitt eitthvað fjölbreyttara að þú búir í borg? Ég held ekki, og einmannaleikin oft bara meiri, sko. Og ég einhvern veginn, og ég fekk út úr þessu bara einhvern veginn hvað við erum með ótrúlega fallegan miða í lífinu, þú veist, ég hugsaði bara minn elsta, ég sagði bara, vá, þú veist, þarna Skorri bara með allt sem hérna, og ég man bara þegar ég bjó úti, hvað ég saknaði þess að komast ekki sund, eða sjá fjall, ég þráði að sjá fjall eða fara í sund, og ég gerði prjónalínur
með íslenskri náttúru sem inspiration, þú veist, var að gera munstur út frá hrauninu og þú veist, ég var bara með rosa heimþrá þegar maður horfið tilbaka, skilurðu, en þetta svo fallegu miði að vita bara þessi eyja, hún býður alltaf eftir þér, skilur, og þú getur farið út allt land, þú átt ættingja, þú átt vini, þú veist, einhvern veginn, þetta svo rosalegur, þetta svo flottur miði og þetta svo flottur grunnur að fara út í lífi, hvað sem það London eða New York eða eitthvað, skilur, að því maður einhvern veginn, eða allan fyrir mig, þú veist, ég get alltaf komið heim. Það bara, hérna bara, þú veist. Góð punktur, sko. Það ekkert allir með það. Nei. Hvað þegar við vorum, ég baði að senda aðeins á mig, að þá mitt, þú veist, talað þetta tímabil og þá svona mitt áhugavert talandum eftir hennar svona mónokúltúr, að við, þú veist, og menntakerfið kannski ennþá dálítið byggt þannig upp að, þú veist, þú mentar því eitthvað eitt starf og svo færði eitthvað starf og svo ertu bara í því, en lífið hjá flestum eða mjög mörgum orðið öðruvísi. Það þú veist, á þessu 5 ára tímabili var ég að gera þetta, á þessu 7 ára tímabili var, þannig að þegar þú varst að senda þessa punkt á mig, þá var mér, þú veist, talaður það var, þú veist, jókatelma, það fatahönnuðatelma, það telma ein í einhverju borg og gaman að horfa tilbaka og sjá, þú veist, já, þetta hefur ekkert verið eitthvað eitt. Þetta lífið samanstendur úr ólíkum tímabilum. Ég sé það svolítið þannig, svona mismunandi telmur, þú veist, og mér finnst oft líka bara gott, þú veist, maður hefur bæði fólk sem hefur komið til þín og í fleiri podcast sem að maður svona einhvern veginn, þegar maður alltaf að máta sig við einhvern, að tala við sig gömlu, þú veist, hvað sem ég tala við 8 ára telmu eða telmu sem var í París eða telmu sem var ein, þú veist, með barn og þú veist, var að ströggla eða skilur bara hvernig það þú veist, að bara, þú veist, ég með þér, ég stolt að þér, eða ef ég að brjóta mig niður, þá oft einhvern veginn minni ég mig á það, þú veist, 8 ára telma hefði nú bara farið að gráta, skilur, ef ég hefði sagt þetta var hana, þú veist, það oft svona einhvern veginn, og líka bara svona einhvern veginn, þú veist, ég komininga út af því að, þú veist, allt þetta búið að vera í gangi, þú veist, það eru allar þessar telmur sem standaði baki og bara eitthvað, við gerum þetta, þú veist, við erum allar, þú veist, við erum hérna með þér og þú ert hérna því að við erum búin að gangi gegnum þetta og þetta og þetta, þú veist, þannig ég tala oft svona eins og mér finnist innsæða á mig vera svona eins og bara svona einhver lítil vinkonu á öxlinni, þú veist, það var einmitt hún sem var bara, þegar ég sá Össa, hún var bara, þetta hann, horfðu upp, þetta hann, þú veist, þarna var ég búin að skrifa 3 mánuðum áður, þarna var ég búin að skrifa lista, að því Skorri var alltaf að segja, langar ekki kærasta, og það var komið að þeim punkti, þú veist, það var bara, þú veist, 50 kall á skokka, hann hvað með þennan? Þú veist, það var bara úrslega spenntur að fá einhvern, þú veist, í litlu fjölskylduna. En ég hugsaði bara, ok, ég ætla að skrifa lista, ég bara skrifaði lista yfir allt sem ég langaði í, bara með mann, bara hvernig hann leit út, hvernig tekjur, við hvað vann hann, þú veist, bara átt hann kærustu eða börn eða hvað sem þú veist, og ég held mér þess að ég hef alveg skrifað, sko, að ég vildi hafa hann með, þú veist, skeggrót og eitthvað bara, þú veist, þetta nákvæm lýsing á Össa sem ég skrifaði þarna niður. Það er fáir með betri skeggrót. Það er fáir með betri skeggrót. Ég veit það. Og ég held mér þess að ég hef skrifað það, sko, ég bara þarf að finna þetta blað, ég kíkist stundum á þetta, en hinum megin, þá skrifaði hvað ætla ég að koma með, þú veist. Þannig að ég var einhvern veginn bara, ég var búin að hugsa þetta svolítið tíma. Svo bara þegar ég sé Össa þarna í systarsamlæginu, þá kom hún, eða þú veist, þá koma þær og voru bara, heyrðu, þetta er hann. Þetta er gæinn sem að þú ert að fara að vera með. Og þetta var alveg þannig moment fyrir mér, þú veist, ég fann það bara rosalega sterkt. Og ég ekkert viss að ég hefði fundið að bara ég ein, ef að ég hefði hitt hann fyrir 10 árum síðan, skilur? Nei, ég þurfti að einhvern veginn að vera komin á nákvæmlega þennan stað bara til þess að sjá hann. Ég hefði ekki séð hann, skilur, 3 árum áður, ég alveg vissu það. Þetta var bara eitthvað svona moment, þú veist, sem átti að gerast. Það einmitt mjög áhugaverður punktur, sko. Þú þarft að uppgöta ákveðna parta í sjálfum þér til að fatta hvað þú vilt í maka. Já, mér finnst það og mér finnst það svona einhvern veginn, bæði, þú veist, upplega eitthvað sem þú bara vilt aldrei upplega aftur en líka bara einhvern veginn að vita í grunninn einhvern veginn kem ég bara aftur að því, einhvern veginn að vera með þér, þú veist, vera ekki einhvern veginn
og ég vanda mig við það á kvöldin og mótnana hef ég man eftir, þú veist, að bara að kalla mig inn. Af því við erum í alls konar samtölum, við erum alltaf að hugsa eitthvað, heilin okkar er náttúrulega bara hannaður þannig að bara vera alltaf á milljón og ég svo oft einhvern veginn, ertu heima? Þú veist, nei, ok, þú veist, ennþá, komdu heim, þú veist, bara, við erum einna saman, þú veist, það er ekki bara ég ein, þú veist, það er líka, já, við erum alls konar, sko. Hvernig var, ég veit að hann og sagði með að þér leiddist að tala um þetta, því þú fórst með nokkuð viðtölu út af krabbameininu. Já. En þú veist, mér er það bara svo áhugavert að því svona lífsreynsla náttúrulega móta mann. Já. Þú veist, geti ég ímynda mér, ég náttúrulega hef ekki farið í gegnum þetta. En þess að bara, þú veist, einhvern veginn að ég man þegar Össi sagði mér þetta, að þá er mér, þú veist, bara að reyna að máta mig í þessu aðstæður, skilur að vera með ung börn og standa allt í einu frammi fyrir þessu verkefni. Þú veist, ég held að það er rosalega erfitt að reyna að skilja þetta ef þú ert ekki sjálfur í þessum aðstæðum, maður gerir sitt besta, sko, en einhvern veginn, þú veist, bara þetta hlýtur að setja einhvern veginn, þú veist, talandum Al-Anon, að setja vandamálinn í rétt samhengi. Mér finnst einhvern veginn svona hlutur hlýtur að setja allt í samhengi. Bara hvað skiptir máli, maður er kannski rosa mikið oft að fókusa á einhver aukaatriði, þú veist, og fólk, því nú er einn vinur minni mitt sem eru nú vonandi að fara að koma inn í podcastið, Raggi Agnars, hann sigraðist á krabbameini. Já. Og hann hefur lýst fyrir mér einmitt, skilur, þú veist, hann var að fara í gegnum erfiðustu lyfjagjafirnar yfir hásumar og mjög fallegum sumardögum, og hann sagði það voru þarna 2-3 nætur þar sem bara ég var að fara hendin hvíta hanglaðan, þetta er búið, þess að bara, nei, við náum að lifa fram á morgun. En þess að það kom aldrei moment að því hann hefur gengið mjög vel í vinnu, hann var yfirmaður yfir sagafilm og svona, þannig að það kom aldrei moment þar sem ég hugsaði að ég hefði átt að vera meira í vinnunni eða ég hefði átt að hugsa meira að þjána pening. Það er algjörlega þannig. Þetta er bara, þetta er svo rosalega, þetta er svo ofboðslega, þetta er svo mikið áfall. Þetta eru bara fréttir sem þú vill alls ekki fá, þú veist. En svo þegar þú færið þetta, það er bara eitthvað, já, þú bara, það var lýst ótrúlega fallega af stelpu sem var með mér í ljósinu og hún setti þetta svona í dálítið fallegan búning og minnst þetta lýsa svolítið í grunninn hvernig það er að greinast. Hún lýstu sem svo væri sko í þyrluflugi, segjum bara ég og Össi og strákarnir og við erum að fljúga yfir sjó, svo bara dettu botnin undan sætinu mínu og ég dett úr þyrlunni og ég dett honum sjó, þú veist, og hvað gerur þú bara byrjar að synda, bara, þú veist hún sagði, kannski hoppar fjölskyldan úti með þér og syndir með þér og hvetur það áfram eða hoppar og fyrir bát, þú veist, og bara siglir með þér en er að hvetja þér, bara þú getur þetta og við getum þetta og eitthvað svona og svo þú ert heppin, þá sérðu eyju og þú bara heyrðu, ok, let's go, ég fer þangað og svo kemstu á eyjuna og þú stígur upp og þú ert rennandi blautt, fólki sem að syndi með þér að var á bátnum, kemur til inn og slærði á baki og segir bara, ég vissi þú gast þetta, djöðl er í ána með þig og eitthvað svona, svo fara allir. En þú situr eftir, rennandi blautt, réttan á andanum að þú ert bara einhvern veginn komin á eyjuna, þú veist að eyju sem hún vissir ekki einu svona væri til, þú veist ekkert hvað þú getur fengið að borða, þú veist ekkert hvað þú getur skipt föt, eða skilur mig. Og mér finnst þetta svolítið áhugavert og ég upplifi svolítið, eða þú veist, einhvern veginn fréttirna svolítið svona, þú bara, já, býtu, og þú talandi að lífið sé óvissuferð og þú veist aldrei, þú veist, bara nýja lífið mitt er bara að lifa í óvissu og bara þóraði, skilur, og vera bara fulla ferða áfram, no matter what, sko. Af því við vitum ekkert, skilur. Nei. En ég, ég finn bara kúlu í brjóstinu á mér. 2023 í desember. Þá er ég að fara í svona, fæðingabletta skoðun. Hefurðu farið í svona? Fæðingabletta skoðun? Já. Þú ert eiginlega bara allsber á bekk og það er sko læknir með svona, þú veist, það er alveg að skoða þig, þú veist, þannig að þetta er mjög svona explosive. Ok. Og ég er bara sturtu, þú veist, á morgun og ég finn þetta bara og ég sagði bara, djöðl er þetta skrítið. Spyr þennan læknir sem skoða mig, ég segi eitthvað, herri, ég finn út í brjóstunni, er það eitthvað sem þú getur skoðað? Hann sagði bara, nei, farðu beint upp á brjóstamiðstöð, syngdu þangað. Ég gerði það og
þá er mér vísað á heilsugæsluna, ég verð að fara á heilsugæsluna fyrst. Þannig ég hringi á heilsugæsluna, læknirinn minn er ekki við, en það er kona sem er við og ég sagði bara geðveikt að þið þurfti einhvern veginn að þreifa og svo eitthvað svona. Hún þreifar mig, segir bara þú ert ekki hánir ágjör, þetta er bara stíflaður mjólkurkirtill, getur bara að fara heim. Þetta er bara ekki neitt, hún lét mig þreifa báðum brjóstunum, bara alveg fullvissaði með þetta var ekki neitt. Og ég einhvern veginn er eitthvað svona, já, ok, minnst svo skrít, þú ert örugglega bara að byrja á breytingaskeiðinu, þú veist, þetta er bara eitthvað, þú veist, en ef þú ert að hugsa þetta, hringdu bara í okkur áramótin eða eitthvað. Svo bara koma jólin, þá koma áramót, kemur janúar, ég er eitthvað svona, mér finnst þetta bara skrítið, þú veist. Þannig ég hringi aftur og ég þurfti bara algjörlega að væla út þessi myndatöku, þú veist, hún var bara akkur að hringja og bara eitthvað, þú veist, og svo bara fer ég í myndatökuna og ég sé það bara strax þá. Sá það bara hvernig hann voru svipinn, hvernig hann voru að skoða mig, lét mig ekki fara aftur í sloppinn og ég sá bara, ok, þetta er eitthvað alvarlegt, sko. Og svo bara segir læknir við mig bara, já, þú veist, við erum búin að skoða þetta, við erum búin að taka sýni, þetta er brjóstakrabbamein. Og það er náttúrulega bara fyrsta áfalli. Já. Svo bara kemur einhver ástunga og eitthvað á jáðundaskanni og þú veist, þau vilja bara kanna gangu skuggum allt sé í lagi og útiloka hitt og þetta og eitthvað svona. Og svo kemur bara einhvern veginn, já, heyrðu, þetta er búið að dreifa sér og þetta er 4. stigs krabbamein. Og þetta er bara svo, þetta er svo mikið áfall, þú veist, þú ert náttúrulega bara, þú veist. Ég ætlaði að segja, þetta er svona típist sem þú heldur að koma fyrir hina, þangarlega gerist það þér. Bara aldrei fyrir þig, þú veist. Og það er eitt að vera, þú veist, þú veist með brjóstakrabbamein, en þú farð að vita einhvern veginn búið að dreifa sér 4. stig og eitthvað svona, þú veist, maður bara þú veist, þetta er svo, þú bara nærði ekki að melda þetta, skilur. En hvernig þú veist, það sem að bara, en leiðir, þú veist, áður en þú ferð þannig í þessa myndatöku og þetta, leiðir eins og væri bara heilbrigð, þú veist, og það er það sem er skeri, sko. Já, bara ég hef aldrei fundið fyrir neinu og ég hef ekkert fundið fyrir neinu, ekkert frá því ég greindist, skilur. Ég meina, ég var orkulaus og þreytt og svona, en ég held að það hef bara verið áfall. Þú veist, ég greinist fyrir 2 árum síðan og ég er á nákvæmlega sömu lyfjum og auðvitað voru sko örugglega líkaminn minn fyrst bara eitthvað svona, wow, hvað er í gangi? Þú veist, og bara, maður þarf svolítið að líkaminn þarf svolítið bara svona, nú þekkir hann lyfin og það er aldrei neitt vesen, skilurðu, að því ég er alltaf í blóðpröfum út af svona njútrafílum. Njútrafílarnir verða að vera í lagi, ef ég er undir eitthvað, þá er ég að taka pásu, að því þá er ekki með neitt ónæmiskerfi og eitthvað svona. En eitthvað svona verkir eða eitthvað bara ekki neitt, sko, veist. Og ég hef alveg sagt það áður, ég veit ekki alveg sko hvort að þú veist hvort ég hafi verið einhvern veginn mjög þung eða sofandi, þú veist, í 3 eða 3 vikur, skilur, þú veist, þú bara dettur alveg út einhvern veginn og En kikkar strax inn einhver svona, þú veist, eins og bara til dæmis nú er ég hugsa þú veist, máta mig inn í þetta með, þú veist, hefðbundnar og óhefðbundnar aðferðir. Já, það kikkar allt inn. Holt mataræði, þú veist, ég bara strax einhvern veginn, ok, ég er bara að fara að gera allt. Já. Ég fór bara alveg þannig og Össi var líka bara eitthvað, heyrðu, bara, þú veist, var eitthvað að Google og ég meikaði ekki svona Google en ég ákvað bara strax, bara ok, ég ætla ekki að taka neitt inn nema bara lyfin sem að mér er, þú veist, mér verða veitt. En ég ætla að gera allt sem ég get gert, þú veist, ég ætla að taka út sykur, ég ætla að taka út unnar kjötvörur, ég ætla að taka út mjólkvörur, ég ætla að drekka meira vatn, ég ætla að gera meira hveitigras, ég ætla að fara í súrefnisklefa, ég ætla að fara á hristiplata, ég ætla að fara út á gang, þú veist, ég tók allt í gegn. Og áður en ég byrjaði á lyfjónum, sem var rosa sérstakt, þá tók ég út bara allan sykur. Og í svona viku var ég sko bara stokkbólgin á puttunum. Ég svaf sko með hendurnar upp í loft að því ég var svo ógeðslega bólgin, ég gat ekki beygt puttana. Ok, af hverju? Ég held bara, það var bara eitthvað detoxing. Já. Ég var eldrauð öllum líkamannum og ég hugsaði bara, ok, þetta er ekki lyfin, ég er ekki byrjuð að lyfjónum. Þetta var bara líkaminn að hreinsa sig. Já. Og þannig ég tók bara allt í gegn og það bara kikkar eitthvað inn, allan það var þannig á mér, ég hugsaði bara ég ætla að gera allt sem ég get. Þú
þú veist, og ég bara hef alveg vitnaði þig, ég var alveg bara sett á mig álhattin, skilur, þegar þú er alltaf að tala um eitthvað svona með álhattin og eitthvað, og ég bara elska það. Ég keyri upp í lampa, kaupi bara ógeðslega mikið af einhverju hveitigrassi og að djúsa það, sitt það í klakabox, ég fæ mig það á hverjum einasta mótni, ég fer í súrefnisklefa uppi hjá Greenfit, ég fer í rauðljósameðferðina, þú veist, ég fer í gufuna og fer í sánuna, ég fer út að labba og þetta bara, það þarf svo ógeðslega mikla siglu líka. Þú veist, hjá mér er þetta eins og ég svo oft sagt, þetta er ekki eitthvað verkefni. Þú veist, ég get ekki sagt bara 30. desember þá fer ég í seinustu leðugjöfuna. Þú veist, ég verð bara í leðugjöfuna sem eftir er. Og þetta er ekki kúr, ég get ekki sagt bara eitthvað, já, herri, nei, núna er ég hætt, ég ætla bara að fá mér 3 snúða á brauð og kó og bara, eða þú veist, ég ætla að nammi bara inn í hagkaup eða eitthvað, þú veist, ég er ekki að fara að borða sælgæti aftur, bara punktur, þú veist, jú, auðvitað fer maður út að borða og maður veit alveg, þú veist, að maður er að fara einhverstaðar sem að pottit, þú veist, sykur í sósunni eða eitthvað skilurðu, þá bara borða ég það og drekk þá bara ekstra vatni eða eitthvað, en þetta er bara svona líka, þú veist, ég fer í leðugjöf í hverjum einasta mánuði, ég fer í 3 sprautur í hverjum einasta mánuði, ég þarf að borga fyrir þessar sprautur í hverjum einasta mánuði, þú veist, ég er á líftæknilyfjum sem ég þarf að taka bara svona eins og vítamín, svo fer ég í jáundaskannan og ég bara, Kári Stefánsson, ég elska þig, þú veist, þessi jáundaskanni, nei bara, ég hefði þurft að fara til útlanda, skilur á 3 mánuða fresti. Já. Og meirist að það vera að greina maður því að þetta er bara svo erfitt tímabil að bíða. Það er versta tímabili. Þegar þú ert ekki komin með greininguna, veist í hvaða lyf þú átt að fara að taka, að því leið og prógramið og komið fyrir mig, þá er ég bara, let's fucking go. Já, þú veist, þá var maður bara fulla ferð, þú veist. En eins og bara með jáundaskannan, ég hugsa alveg bara, vá, ef hann hefði ekki verið til hérna á Íslandi, segjum það bara, eða bara vitneskjan að það væri hægt að fara í svona skanna, skilur ég menna, nú eru læknarnir okkar lærandi út allan heim, kannski hefði ég bara, brjóstið hefði verið tekið, ég hef bara farið venjulega lyfjagjöf og meinið búin að dreifa sér, ég hef aldrei vitað af því, þannig að talandi tækni og svona eins og áðan, bara elska þetta og menn eins og Kári Stefánsson að borga þetta úr ein vasa og bara afsækja orðbæði, bara fucking græði þetta. Það eru svo margir hana úti sem gætu lagt hönd á plógin, sama hvað það er, en bara eins og með þetta er svo, þú veist, þetta er svo fallegt. Já, algjörlega. Þarna kemur bara einhvern veginn hjarta í hjarta, skilurðu. Og ég sem fatti það bara ekki, þú veist, við bara erum bara svo margar konur að núti, skilur, og auðvitað menn líka sem fara inn að skanna, en bara guð minn almáttur, þú veist, ég á 3 börn hérna, pældi ég var alltaf að ferðast fyrir utan einhvern veginn kvíðahnútur sem hún ferði í, hvert einskipt sem þú þarfst að fara í þetta og þú veist, þetta er bara, já. Nei, ég einmitt að því ég þekki nú Kára ágætlega, sko, og þó hann segir þannig alveg sjálfur, þó hann sem er mjög hrjúft yfirborð, þá er hann rosa góðu maður, sko, og hefur reynst rosa mörgum vel og einmitt þetta eins og þú segir, skilur, það er, þú veist, maður myndi einhvern veginn hugsa vonandi, þú veist, séu sem flestir þannig innréttaðir að þegar að lífið setur í þá stöðu að þú sért allt í orðin mjög auðugur, að þá sértu einhvern veginn búin að fara í gegnum nógu mikið til þess að þú fattir, heyrðu, þú veist, það besta sem ég get gert við peninga er að geta gert eitthvað svona fyrir fólk. Ótrúlega fallegt, sko. Já. En hvernig er þá, þú veist, eins og svo færðu fréttir að þú sért laus við þetta, eða þú veist, þetta sé, hvernig er því maður hugsar aftur, þú veist, einhvern veginn, ég hugsa stundum, þú veist, bara ég mátaði sjálf með eitt er, þú veist, að eitthvað sem er bara yes, geggjað, en stundum er líka eitthvað svona næstuði antiklæmaks. Já. Sko, það sem gerist þegar ég er búin að fá þessa greiningu, þá er bara ákveðið, sko, líftæknilyf, sem er bara rosa flott að ég fái, og svo er ég á svona sprautum, og að því þetta er hormónatengt, þá er ég á svona andhormónasprautum, búið að taka alla hormón í burtu, og svo fæ ég krabbameinslyf líka. Eftirfylgdin er þannig að ég fer í hennar skanna á 4 mánaða fresti núna, það var 3 mánaða og svo hitti ég alltaf krabbameinslæknir minn viku eftir og bara, þú veist, þetta tímabil er náttúrulega bara, er rosalega krefjandi, þú veist, þarna þarf maður bara að halda haustum á sér í lagi, sko. Að fara ekki einhvern veginn, já, í þessa ímyndunarveiki sem er heldur svo eðlilegt, en eftir fyrstu er henni skanni númer 2, fyrsta skipti sem fer í hann eftir ég byrja á lyfunum, þá sást ekki neitt.
það sást ennþá smá í brjóstinu, en það, sem sagt, að því að sem sagt, greiningi með þannig ég var með brjóstakrabbamein, með meinvörp í sko nokkrum, eða sko 3-4 stöðum í hryggnum og 1 í mjöðminni, í beini. Og það sem var svo fallegt við lækni minn þegar hún að gefa mig greiningur, hún sagði bara, ég ætla að telja upp allt sem gott. Bara það gott þetta sé í beini, þá erfiðara með að dreifa sér. Þú veist, ef það væri mjúkveðum, þá myndi það kannski dreifa sér, þú veist. Og það var margt svona sem hún nefndi upp, sem ég var bara, að því ég vil ekki vera í afneitun, en ég er samt bara með ákveðum fókus. Þú veist, bara fókusum á allt sem er jákvætt og gott, keyrum þangað, en erum í fullri meðvitund og ég er algjörlega jartengt, sko. En þessi skanni, hann er í rauninu seinni. Og fyrir mér, það var bara, ég bara gaf í, skilur. Svo kemur skanni nummer 2 og það eru aftur góða fréttir og þá bara sást ekkert. Svo kemur bara skanni nummer 3, hreinn, skanni nummer 4, hreinn. Þannig að ég er að fara að skanna í janúar og það er svona ósjálfrátt byggir alltaf upp rosa spennu, þú veist, bara guð minn góður, hvað ef að, þú veist, og svo erum við bara svo mismunandi, þú veist, ég þekki það ekki að vera aðstandandi, þú veist, í þessum aðstæðum, en þú veist, ég get ímyndað mér og ég náttúrulega veita, þú veist, bara eins og fyrir Össa, skilur, þú veist, hann fær þetta, þú veist, þessar upplýsingar frá mér, ég fer síðan í skannan, ég alveg fíleflist, þú veist, bara yes, bara geðvika fréttir, en hann eiginlega hrundi. Einmitt. Og ég bara, þetta skildi ég ekki, þú veist, ég bara, hvað meinar þau? Þú veist, þetta eru geðvika fréttir, en þannig bara, hann var einhvern veginn bara búin að gera sér stóran og bara við gerum þetta og bam, 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 þá svolítið bara svona eins og góðu fréttin að þá bara, þú veist, það bara fór úr honum allt lofti, sko. Nei, þetta er rosa, þú veist, það er mjög auðvelt og eðlilegt að segja að maður skilir þetta ekki, en samt, þú veist, finnst mér þetta svo rosalega, mér finnst mjög erfitt að skilja þetta þegar ég á sjálfur í hlut, en þegar ég sé einhvern annan, þá er ég bara í mann þegar ég ræddi einhvern tíðan við, góðan sálfræðing held ég frekar en geðlækni fyrir svona 15 árum og hann sagði, þú veist, heldur að fólki sé að koma til mín rétt áður en það er að halda fermingaveisluna, eða eftir hún er búin. Skilur, og þá myndi hugsa að þú veist ekki það að þetta sé á neitt nátt sambarilegt en þegar ég fer í gegnum það sem gerist hjá mér fyrir 4,5 ári þú veist, fólk myndi einhvern veginn halda erfiðasta tímabilið strax eftir, nei, því þá ertu bara ég ætla að reisa þetta við aftur, ég ætla að halda áfram svo þegar allt er komið á líknan sjó þá hrundi ég þú veist, þá er bara svona, og þá er maður að rífa sér niður, þetta meikar engan sens, en ef ég væri að tala um einhvern annan, bara jú, þetta meikar fullkomið sens eins og segir með hann, skilur að þú veist, það bara þarft að vera sterkur, þarft að vera í þessu, svo allt í einu kemur eitthvað smá logg, þá er held ég í undirmeðvitundin okkar kerfi finnur, nú má ég gefa eftir. Það er bara klassíska, á meðan þú ert í fight or flight, þá ert ekki að gefast upp. Nei, og ég þarf svolítið að passa mig á þessu að vera, einhvern veginn ég þarf að passa orkuna mínu svo vel, þú veist, að því ég fer í, sko, ég er bara fann að þekkja sjálf með það vel að á þessum dögum eins og í janúar, nú veit ég bara 13. janúar er ég að fara í skannan 19. janúar hitt ég lækni minn og þetta verður ógeðslega erfiðu mánuður af því dagarnir áðurinn fyrir skannan er ég orðin, er farið að víbra sko, síðan fer ég í skannan þá er ég geislavirk, þannig ég get ekki gist heima hjá mér, þú veist ég má ekki vera nálægt börnum, þannig að þetta er líka svona þá þarf ég að gist einhvers staðar í burtu, síðan þarf ég að koma halda mér, þú veist, halda hausnum á mér í lagi, þangað til ég hitti læknin, svo fer ég að hitta hann og hef alltaf fengið frábæra fréttir, þá svolítið svona hrin ég, þú veist, kannski 2-3 daga, en ég þarf samt aftur að fara upp, að því að, skilur þú veist, mér veist, ég svona, ég er nýbúin að fatta þetta, ég er alltaf svona, það kemur aldrei moment, þar sem að mér langar til þess að gefa alveg eftir, að því þá segir að mér að mér sé kannski orðið sama. Veist, ég á alveg daga þar sem ég gleyma að taka líftæknilyfin og ég er alveg, er þetta geðveikt, er þetta sorglegt, þú veist, er ég orðin það bara, þú veist, bara líkuðu bara með réttun og rauðinni, ég er bara búin að gleyma þessu, skiluru, en þú veist, ég geri það rosalega oft, ég gleymi því alveg, en mér finnst eitthvað valdeblandi og sexy við það að vera bara einhvern veginn alltaf á tónnum, áður þess að ég er ekki að velta mér upp úr þessu, eða ég er ekki einhvern veginn veifandi
fatlaða spjaldinu sem Jónotna skilur bara til að segja að við eigum fatlað barn eða við eitthvað alltaf bara hérna því ég er náttúrulega með krabbamein gæti ég fengið þetta aðeins. Já. Þú veist, ég er ógeðslega hraust, mér líður sjúklega vel og ég á ógeðslega stóran part í þessari heilun. Einmitt. Og það er það sem ég vil halda í. Ég elska læknin minn og ég er búin að segja það, ég elska lyfin og ég treysti þeim og þú veist, ég er alveg þar. En það er ógeðslega margt annað sem ég er að gera. Einmitt, sem er bara hreyfing, mataræði, hugsun, orkusöfn, þú veist, og það er bara alls konar svona skrýtni hluti sem ég er að gera í þessum súrefnisklefa og þú veist, ég fór í Indíánaheilun og þú veist, ég lét blásin í hjartastöðina á mér og inn í eyrun á mér og hrækti í eitthvað vaskla, skilur, og átt að drekka það og eitthvað, ég er bara búin að gera þetta allt saman og ég bara trúi því að þetta er alltaf virka, skilur. En það er mér svo valdeflandi að vera með þetta viðhorf sem að þú ert að lýsa. Og það er bara, og ég einhvern veginn óska öllum, þú veist, alveg sama, þú veist, og ég meina að þú þekkir það pottitt bara í gegnum alls konar verkefni, bara þegar þú veist að þú ert ógeðslega stóran þátt í upprisunniðinni, þetta er besta tilfinning í heimi, þú veist. Og ég hugsaði líka bara, ok, ef að þetta gat gerst hjá okkur, og þá er ég að tala um mér og líkamannum mínum, þá bara erum við þá eru fullfærar að snúa þessu við. Ég er alveg þar, þú veist, og ég vildi fyrst bara losna við brjóstið, maður finnst þetta óþægilegt og ég sagði að ég var bara til að taka bæði, þú veist, ef að það er einhvern veginn málið, svo kemur það bara krafsuna, þú veist, ég fer ekki aðgerð að því það er búið að dreifa sér, þá er kannski hræðslega að muni blossa upp einhvers staðar annars staðar, þannig að ég hef ekkert farið inn eina aðgerð. Og ég hugsaði strax bara, ljós, þú veist, bara alltaf þegar ég fyrir tónheilun, alltaf þegar ég fyrir jóga nýtra, það er alltaf ljós inn á við, elska þetta, elska staðin sem þetta byrjaði, þú veist, ég fer algjörlega í þetta þannig, sko. Og bara passa líka að vera að þetta er ekki erfðatengt hjá mér, sko, að það er svo ógeðslega auðvelt að fara í að, hvað gerði ég rangt? Já. Er það því ég var ógeðslega stressuð? Er það því ég, þú veist, drakk rauðvín og rétti sígarettur í París, þú veist, er það því ég var einstæð móður og var undir ógeðslega miklu álagi, er það út af því að ég borðaði unnan mat í 20 ár, eða skilur, þú veist, þú getur farið svo ógeðslega djúpt í þetta og eða þá farið í reiðina og hugsa bara, af hverju lét þessi læknir mig ekki fara strax í myndatöku, hefði þetta verið komið þangað, þú veist, en þetta eru allt raddir sem eru 24/7 alltaf að banka upp á. Hæ, ég er hérna. Þú veist, og ég er bara ding, 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 ding. Þú veist, og að því margir halda sko líka, þetta sé bara eitthvað, eða svona, ég geti alveg ímynda mér að eitthvað svona, það getur ekki verið, eða þú veist, það getur ekki verið að henni líði svona, þú veist, einhvern veginn með þessa greiningu og þetta lítur að vera ógeðslega krefjandi og eitthvað bara, já, það er það. En þú veist, þetta er líka bara val. Ég get alveg valið, þú veist, allar þessar hugsanir og bara hent mér í sófan og æskilur og verið bara ógeðslega þreytt. Ég hugsi, ég yrði mjög þreytt, þú veist, ef ég myndi bara segja það. Þú ert bara með þessa greiningu, þú ert undir ógeðslega miklu álagi, þú ert bara ógeðslega þreytt. Og þá bara yrði ég það eiginlega. Þú veist, að því heilin trúir því sem við erum að segja, skilur. Mér finnst allt sem að þú ert að lýsa núna vera svo mikið hérna, þú veist, einhvern veginn, þú veist, að því nú vitum við aftur talað, við erum með nógu mikið að gögnu þess að vita bara, ég las einu svona bók eftir Joe Dispenza sem heitir You Are the Placebo. Og þá er þetta, þú veist, að það er bara áratugir af rannsóknum sem sýna að placebo eða lyfleysa er bara raunverulegur hlutur, þú veist, ég mann þegar ég var að læra sálfræðina, það er bara að jafnaði er fólk að fá kannski 50-60% af áhrif lyfsins ef það heldur að sé að taka lyf. Það segir okkur bara hvað heilin í okkur öflur. Það er svona, finnst mér allt svona módel að því mitt sviði kannski, þú veist, ég lærið sálfræði og ég sjálfur, þú veist, farið í gegnum burnout og þurfti að leita, þú veist, og þá einmitt fór ég að hugsa, sko, þú veist, það sem mér svolítið að er, það er rosalega mikill munur á hvort að ég sé látin hafa eitthvað lyf við, þú veist, þunglindi eða kvíða eða eitthvað og það sé sagt, herðu, þú ert tímabundið í þunglindis ástandi eða kvíða ástandi, lyfið hérna, þú veist, það mun hjálpa boðefnakerfinu til þess að þú fara að hreyfa þig og næra þig og og svo, þú veist, tökum við stöðuna eftir 2-3 mánuði og þá getum við bara byrjað að trappa lyfið niður og þá líður mér eins og segjum sem svo að mér líður síðan betur eftir 2-3 mánuði það er ekkert bara út af lyfinu, það er út af því ég er búin að gera hérna A, B, C, D, E versus að það sagt og ákvaðast að koma með í þetta ferðalag, skilur, ekki bara
versus að sem sagt, þú ert bara með kvíðaröskun, það er svona stimpill sem ég set á mig, ég er Sölvi og ég er með kvíðaröskun og ég þarf að taka lyf og lyfið er bara eitthvað sem ég tek forever og ef mér líður betur þá er bara út af lyfinu. Skilur það svona, þú veist, mér finnst einhvern veginn eins og það er svo mikilvægt að valdaefla fólk í, þú veist, og þannig eins og þetta segja, þegar að niðurstaðan verður síðan góð, það er út af mér. Já, það er út af vinnunum minni, skilur. Og þá aftur mun heilin þinn segja, mér langar að gera meira af þessu. Því ég hef eitthvað að segja um þetta. Og ég held bara í öllum, þú veist, öllum kvillum að það var svo mikilvægt að þú festist ekki í einhverju greiningu. Og einhvern veginn, þú veist, þetta er bara ég og þetta er orði ég held að, þú veist, líkaminn okkar er, hvað segir maður, svona, líkaminn okkar er ekki í staðina fyrirbæri. Hann er endurnýja sig alla daga og breytast og vinnur, þannig að við höfum eitthvað að segja um þetta, sko. Og mér finnst þetta rosa sterkt og það, einhvern veginn, kom alveg til mig strax, en ég bara einhvern veginn, það var stórt fyrir mig að gera það strax, en það var þetta bara með ábyrgðina. Og ég bara, hvað meinarðu? Þú veist, það var eins og alltaf sem bara taka ábyrgð á þessu. Svo bara þegar ég fattaði þetta, þá var ég alveg bara, já, ég er búin að taka ábyrgð á þessu. Þú veist, þetta er bara verkefni sem ég er að taka í hendurnar og ég er að taka ábyrgð á því með því að gera alla þessa hluti, með því að hugsa vel um mig, næra mig, hreyfa mig og allt þetta og taka ábyrgð á því að hafa fengið þessar fréttir. Og ég þurfti svolítið líka bara að segja við Össa, þú veist, ert þú til að taka ábyrgð á því að vera aðstandandi? Já. Þú veist, ég tek ábyrgð á að hafa fengið þetta verkefni, enginn vill fá þetta verkefni, en það vill heldur enginn vera aðstandandi. Einmitt. Þú veist, og ég bara, þú veist, ég fann það bara hvað var valdeblandi fyrir mig að heyra þetta, bara taka ábyrgð, svo þú fattar einhvern veginn að ábyrgðin er ekki að ásaka sjálfa þig, heldur bara taka ábyrgð á þessu verkefni. Og gera eitthvað, þú veist, það er svo ógeðslega margt sem þetta er að gera. Það er þvert á mót og það er náttúrulega, ég er ekki að segja, þú veist, fólk sem fær svona erfið verkefni, þá er það mjög mannlegt og skiljanlegt að þú stýgir ekki beint inn í ábyrgð. Nei, og vill líka bara hendur sér rusli, þú veist, ég vil þetta ekki. En þú segir sko að ábyrgðin sé ekki að ásaka sjálfa, ég myndi segja að það er eiginlega egoið notar sjálfs ásökunina til að taka ekki ábyrgð. Já. Ég sé það svo mikið leið og ég er einhvern veginn og ég er bara alveg glataður, þú veist, hvort sem það er í ástarsambandinu mínu eða eitthvað, þá er ég alveg örugglega ekki að bæta það sem ég ætti að bæta. Það er bara glataður og þá getur við alveg eins bara. Já. Og þá var það eins og í þínu tilviki, já, þetta er allt mér að kenna og þá get ég bara alveg eins farið í þetta óholt og skilur. Eða bara eins og næringafræðingur sagði við mig á Landspítalanum, paldi ég hringi og nú veit ég alveg fullt mataræði og þú veist, kannski bara, en veit alls ekki allt, skilur, og ég sagði bara já við öllu, ef mér var búið sálfræðingur, ég bara já, ég til að pröfa, markþjálfi, já, ég til að pröfa, næringafræðingur, yes, bara frábært. Ég hringi hann og ég spyr hana og ég fann bara strax ég mætti svona fordómum, þú veist, ég sagði bara ég með þessa greiningu, mér langar að breyta mataræðinu og hún fór strax að segja, já, ertu að tala um keto? Og ég segi, nei, ég er ekki að tala um, eða þú veist, hún bara, ertu grænmetisæta? Og ég segi, nei, ég er ekki neitt, ég bara, mér langar að taka út þetta og þetta og eitthvað svona og hún sagði bara strax heyrðu, þetta er ekki tíminn til að fara í megrun og þú ert bara þeim stað í lífinu og ef að þú vaknar einn daginn og hugsa bara, eina sem ég langar í er, er bragðaregur og snakk, þá áttu bara að láta eftir. Þetta er ekki tíminn til þess að vera að taka þig í gegn og fara í megrun. Vá, hvað er ósamálsu? Og ég hugsaði bara, ég hefði gleymt þessu nema bara því ég var með á spíkar og ég var með frænku minn og hún sagði bara, what? Þú veist, við höfum oft einhvern veginn vitnað í þetta og þarna hugsaði bara, heyrðu, takk fyrir mig eitthvað og bara skellt á. Ég var ekkert að leitast eftir þessu, þú veist, mér langaði bara áttu góða uppskrift af hummus eða hvað getið sett gott út á salat, hvað myndirðu, þú veist, og svo bara fer maður að googla og ég á endalaust á bókum og allir þessi þættirnar og solu, þú veist, uppskrift af æskilu, að bara, já, auðvitað, kjúklingabönni, ég var búin að gleyma þeim, sitt þær úti fyrir þetta, þú veist, ég var að leitast eftir þessu og þetta er bara í grunninn, þú veist, ef ég á að sitja út á eitthvað, því ég er búin að fá æðislega þjónustu, þú veist, frá Landspítalanum og það er bara ótrúlega vel hugsað um mig en það vantar þetta heilræna. Það vantar það sem að
þú veist, þú bara situr á móti mannesku og ef ég búin að segja við þig, þú veist, mér langar að pröfa súrefnisklefa, mér langar að pröfa þetta, mataræði og þú ert að spurja, þá finnst mér fullkomlega eðlilegt, ekkert endilega læknirinn minn, heldur bara, heyrðu, ég hérna með ráðgjafa, langar að heyra í henni. Og hún kemur og tala við þig og þú segir, já, ég fer í svett, ég gerir þetta, ég er að fara að þú veist, það bara, já, hefur áhuga á því, heyrðu, þá er ég með markþjálfa eða ég er með næringafræðing eða bara hvað sem ég er ekki að segja að þú segir við mannesku sem að hefur kannski engan áhuga að bæta mataræði sitt og er bara, þú veist, við erum bara öll á okkar ferðalagi, en þú eru búin að sýna áhuga á einhverju meira og eins og ég, bara, mér langar að taka ábyrgð, mér langar að gera allt sem ég get gert, bara, getur að hjálpa mér, hvað get ég gert? Það væri svo æðislegt að væri einhver sem væri bara, já, komdu, ég er með fulla kistu og alls konar dóti sem maður langar að sýna þér. Ekkert endilega sem á eftir að lækna þig, heldur bara, hei, það er vísindalega rannsakað, sykur er ekki góður fyrir krabbameinsfrumur. Með súrefnið, þú veist, það var gerð könnun á rottum, allt súrefnið að tekið á þeim, þær dóu, krabbameini bara hélt áfram að vaxa. Það var ekkert súrefni. Þú veist, og ég fer alveg út að labba og eitthvað svona, en ég minna, hvað gerist træðilegt ef ég fyrir súrefnisklefa hálftíma, 2-3 í mánuði? Ég er ekki að gera neitt. Bara Guð blessi þessa konu, að því það sem ég hugsa bara, hún vill ekki illt, en Jesús minn, hvað blinda. Ég veit að, við erum bara ekki komið lengra. Nei, bara blinda hliðin svo stóra, því bara í alvörunni, þú veist, líkaminn er að glíma við að sigrast á krabbameini og þú ætlar alveg að reyna að segja mér að það sem ég læt ofan í mig það skiptir engu máli. Það er allt annað ef hann hefði sagt við þig, sko, þú veist, þetta er erfið tími. Já. Þú gerir allt sem þú getur til að borða hreint og hér eru upplýsingarnar, það er ekki gott að þú veist, borða mikið sykur, en ef þú færið bragðaref, ekki rífa þig niður fyrir það. Já. Það er alltaf aðra upplýsingar 100% og bara svona, ok, þú veist, að því það er mannlegt að þú gætir, en ég vil samt segja við að það sem þú lætur ofan í þig, það skiptir máli. Já. Og mér finnst út af því að við tökum, þú veist, þetta er nefndir aðeins að breytast, en það hefur verið þannig, ég sé þetta svolítið eins og foreldrar mínum og eldra fólki, að læknar eru bara hálf guðir. Já, þú bara settir ekki neitt á móti lækni. Ég get alveg sagt eitthvað við þig, en ef að læknir segir það, þá hefur það svo mikla vikt. Þannig ef að læknirinn segir við þig, herðu, þú veist, þú ert mannleg, við erum ekkert á okkur fullkomið, en ég verð samt að leggja línurnar að þú veist, það hvað þú borðar, það skiptir gríðarlega miklu máli. Þú veist, þú bara, þú veist, aftur, þú ert mannleg, ef þú gerir mistök, það er alltaf leið. Þessi umræður eru ekki teknar, skilur að það skiptir máli hvað er verið að setja onið og eitthvað svona, þú veist, það er bara en ég spurði hvort það væri eitthvað sem ég mætti ekki borða og mér fannst það bara mjög merkilegt og það segir svo mikið og það var reyndar ekki við hennan næringafræðing, það var við lækninn minn sem segir mér að matur hefur rosalega mikil áhrif, hún segi eina sem átt alls ekki borða er greip, að því greip, það er eitthvað efni í greip sem hefur áhrif á líftæknilífið mitt og það eykur vægið þess. Þannig ég má aldrei borða greip af því það ruglar í hefur matur áhrif? Já. Skilurðu? Nákvæmlega. Og ég hugsaði bara, ég var ekki, ég fór líka alveg til grasalæknis og það er alls konar pælinga með turmerik og með rísisveppi, ashwagandha og bara alls konar sem ég hefur verið að skoða og alls konar jurtir og svona, en ég hugsaði bara meðan ég svona ná utanum þetta, ná tökum, þá ætla ég ekki að innbyrða neitt hvað ég að segja, svona óhefbundið fyrir en ég er algjörlega búin að ná bara tökum á hvað ég er að taka inn en ég ætla að taka út allt sem ég veit að það er bara rusl þú veist, og bara setja alltaf eitthvað gott inn skilur mér finnst það bara svo áhugaverð bara því meira inn, eða svona jákvætt sem kemur inn, þá hefur bara einhvern veginn annar runnið út bara aðeins ég þurfa að hafa neitt fyrir því einhvern veginn. Mér finnst það bara svo áhugaverð heimsmynd þú veist, eins og núna vaknaði ég í morgun frekar tuskulegur og þreyttur. Ég veit alveg af hverju. Það er af því að ég fór í, þú veist, það var afmæli mitt í gær og ég fór í kirtan í gærkvöldi sem þýddi það að ég borðaði ekki á sama tíma og ég var að borða. Ég var það rosalega lengi og af því að ég var það lengi og ekki borða á sama tíma þá var ég svangur þegar ég kom heim sem þýddi að ég var að borða í kringum miðnætti. Ég sofnaði ekki fyrir en þú veist, kringum 2 og þá er ég bara svona, ok, 2 + 2 er 4. Og það, þú veist, það er einhvern veginn svona,
ef ég að sko setja blóðsykurinn minna stað rétt áður en ég borða, ég má alveg gera það, þá ég ekki að fara að hvílast jafnvel. Og ef ég væri í því verkefni að sigrast á krabba minni, þá líka minn getur mest gert við þegar ég að hvílast. Þannig augljóslega bara til dæmis það eins og það að fara að borða sykur rétt fyrir svefn. Þá það eyðileggja möguleika líkamanns á að vera að nota nóttin í að gera við. Og mér finnst þetta bara einhvern veginn vera svo, hvernig getur þú reynt að selja þér það hvort þú sérst að fá þér Snickers klukkan 11:30 á kvöldi skipta ekki máli. Þú veist, ég bara næði ekki hvernig þú getur reynt að selja þér. Bara gerið tilraun og prófið að fá okkur Snickers og Mars rétt fyrir miðnætti og sjáu hvort þið eru aðeins verri en þið eru vanalega þegar þið vaknið. Mér finnst þetta bara svo augljóst. Já. En þetta líka bara eitt af því, þú veist, talandi eitthvað svona jónotna og einhver samtöl með fóstureyðingur og eitthvað svona, þetta rosalega eða svona með farið umræðefni. Af því, þú veist, það eru bara, þú veist, við erum bara öll, þú veist, við sem fáum þessar fréttir, ég held ég sé í minnihluta, þú veist, það ekkert allir sem meika að taka allt svona í gegn og að þetta bara svo mikil vinna og ég held að komi alltaf niður á þetta bara bæði kannski einhverja fáfræði og einhverja svona aftengingu, þú veist, og eðlilega held ég þegar þú fær svona fréttir þá einhvern veginn aftengistu og áfallið alls konar, þú veist, en ég fer alltaf inn á það að bara að valdeflingin og bara einhvern veginn sjálfstrustið og bara þetta svona power að eiga þátt í bataninum svo bilaðslega mikið bensín, sko. Skilur sérstaklega þú ert bara, svona þetta bara, þú veist. Einmitt. Já, fallegt, sko, því að, þú veist, nú þekki ég, þú veist, bæði þú og einmitt Raggi, vinur minn, og Tolli, þú veist, að þú veist, ég held að breyti líka svo miklu að fólk búið að vera í ákveðið mikill sjálfsvinnu, þá allt í færðu svona verkefni og það kikkar rosalega hratt inn þetta, þú segja, bara valdefling, ég hef eitthvað þetta að segja og þá ertu með allt aðra heimsmynd heldur en einhver sem fer inn í þetta og einmitt, heyri bara þetta, já, ég get þá bara borðað bragðref. Skilur, og tekur því bara því ég er bara næringafræðingurinn sagði það og þetta næringafræðingurinn á að vera sérfræðingur. Þannig að þú veist, það er mjög eðlilegt í hlýði næringafræðingum mínu. Hann á að vera með menntun og sérfræði kunnáttu í þessu. Þannig að þú veist, en ég held bara, ef þú komin á ákveðin stað í lífinu, þá skiptir einhver máli hvort það er næringafræðingur eða læknir eða kjarneðlisfræðingur. Ef þetta meikar ekki sens, þá meikar þetta ekki sens. Og ég held líka bara, að því við erum að tala sko hugan og svona, að sko, hann að hlusta á okkur, skilu, ef við erum mandrandi, ég er að deyja, ég hef ekki eftir að góða fréttir, þetta verður ömurlegt, bla bla bla, hvað sem þú ert að segja, það eru bara miklu meiri líkur að því að það gerist heldur en eða þú ert að mandra hitt, skilur. Og ég hef bara séð það, því miður, og það er svona, hvað ég segja, minnst einhvern veginn ekki nú gott að segja skuggahliðin, en það er svona erfiða hliðin, til dæmis á því að fara í ljósið. Þar kynnustu, þar ertu partur á hóp, skilur, þar kynnist í krúinu mínu, bara stelpur á mínum aldri og miklu yngri að fá þessar greiningar. Og það er rosalega valdefling að vera í þessum hópi fyrir utan alla aðstofna sem maður fær frá matta, markþjálfa og alls konar fólki þarna. En þegar þú kynnist stelpum og þínum aldri með svipaða greiningu og svo deyr einhver. Það er svo mikið högg að því að þarna horfur líka bara já, ok, þetta er möguleiki, skilur. Einmitt. Þetta bara gerist á sumum stöðum og ég hef bæði sig að það sem að einhvern veginn hugsunin var algjörlega upp á 10 en ég hef líka sig að bara það sem hugsunin var bara ég er bara siglinni þetta. Einmitt. Og ég horfði bara á þessa fallegu konu, ég sá hana bara hvernig hún sildi þanga og það skiptið engum máli hvað var sagt, hvernig hún var talað, við vorum ekki með sama krabbamein eða neitt slíkt, en ég bara, mér fannst ég sjá það eða bara strax, það bara, já, ok, það vantaði bara þetta, þú veist, það var bara eins og lífsviljinn, hann var bara tekin við greininguna, það bara, og þetta gerist rosalega rætt, og það er
ótrúlega merkilegt að því fólk talar oft þú veist, þú hefur verið viðstaddur fæðingu eða ef einhver hefur farið, þú hefur verið hjá ömmuðin eða mömmuðin eða einhverjum fjölskyldameðlimi sem hefur dáið. En að horfa upp á svona gerast og með greiningunum sjálf, vera með krabbamein og vera í þessum hópi, þar sem allir eru bara við öttir að gera þetta og svona, svo sérðu einhvern fara, bæði einhvern sem er bara svona, mann fannst alveg meðvita að vera siglaðanga, en líka bara einhvern sem er með þitt mindset. Það var rosalega tögg núna í mars, þá misti ég vinkonu mína sem ég kynntist þar. Og það var bara, og það tók mig alveg svolítið tíma að komast upp úr því, þú veist. En enn og aftur, þá fannst mér hún einhvern veginn bara að lyfta mér ennþá herra. Bara nú gerum við þetta bara ennþá betra. Og þá var það ekki að því ég er að gera lítið úr því sem ég er að gera heldur, ég hugsaði bara, hvað get ég gert ennþá betur? Og það er kannski bara, ég ætla að fasta 2 klukkutíma í viðbót á morgnana. Þú veist, ég ætla að lengja föstutíma, eða ég ætla að pröfa gera svona í mataræðinu, ég ætla að labba klukkutíma lengur, eða ég ætla að lyfta aðeins þyngra hér, eða þú veist, það getur verið svona pínulitli hlutir. En bara hvernig get ég einhvern veginn, ég veit það ekki, einhvern veginn gert þetta aðeins betur, á þess að vera alltaf, þá er ég ekki með svona fullkomnar, heldur bara... Nei, bara held einmitt, þetta er svona að lýsa... Þið vera bara betur á tánum einhvern veginn. Ég hugsa bara hefur lesið Viktor Frank, Leitin að tilgangi lífsins? Já, geðlæknir sem að lifa á útrýmingabúði nasista. Já, ég las hann í náminu. Það var svo áhugavert þegar hann er að lýsa sem með sígarettunar, að sígarettur voru gjaldmiðl. Og þeir náttúrulega eru þarna bara í kuldanum og vosbúðinni og það er mikilvægast sem þú færið matur. Og þú kannst nota sígarettur til þess að fá auka skammtað mat. Og hann sagði, nánast undantekningarlaust þegar þú sást eitthvað byrja að reykja sígarettunar, hann var dáinn innan 2 daga. Af því hann er búin að kasta inn hanglaðinu. Allt í henni bara stundarfróunin er orðin mikilvægur en að lifa af, skilur, og þá er þetta svona að lýsa, skilur, ég held bara líka með okkar, þú veist, hann er að hlusta á ef það er fighting spirit og bara nei, við ætlum, skilur, og ég er alls ekki að segja að ég geti sett mig í þessi spór, en þú veist, bara einhvern veginn, ef þú ert að segja konstantli við líkamann á þér og bara allt kerfið þitt, við erum að berjast, við erum áfram, þá eru frumurnar að hlusta. Já, ég er þar og ég tala alltaf einhvern veginn að við séum að dansa eða leika, að ég einhvern veginn ekki tengt við orðið að þú veist að vera í baráttu eða ég ætla að sigrita eða þú veist ég sé eitthvað svona djúlskali vinnita stríð eitthvað svona, ég hef alltaf bara einhvern veginn dansa, leika, flæði, gerum þetta saman, þú veist, og ég einhvern veginn, þetta er bara ef ég nenni ekki einhverju eða eitthvað, þú veist, þá bara ég þarf ekki að stoppa mig bara í sekundu. Það er bara, einmitt, ok, let's go. Þú veist, þetta er bara vinnuskylda. Þú veist, ég vinn 2 daga í viku, áður fyrir vann ég, þú veist, alla dagana með föstudag, ég gerir meira því sem er skemmtilegt, ég klæði mig upp, það er bara meira no bullshit, skilur, ég segi bara það sem ég finnst, á þess að vera eitthvað, þú veist, dónaleg gömul kona, tjóðlegt í öfnlegum buxum í dag, en þú veist, og ég á bara svo innileg samtöl, ég meina, þegar Bleikasleifum var nýkomin út og var bara svona einhvern veginn orðið opinbert að ég væri hannana og væri herrferðin, taldum bara í klefunum, þú veist, þá er ég bara allsber, það er bara allsber konu við hliðin á mér, hún bara neglir fætinum á sér upp á vegg, fer í hanskana og byrjar bara að nutta sér lærin og bara elska þess að slaufin og hún er úgeðslega flott og eitthvað og ég bara horfði á hana og ég sagði bara hérna erum við bara 2 allsberar. Þú veist, hún að skrubba sér lærin með einhverjum burtarskiluru að lofsama mig og bara einhver óksla stoltar og eitthvað, þarna var ég alveg bara, já, einmitt, þú veist, svona intimate finnst mér ég hafa fengið einhvern veginn bara þjóðina, mér finnst bara allir standa með mér og það bara, það trúa bara, þú veist, ég þarf ekki að selja fólki, bara, við erum að fara að gera þetta, mér finnst allir bara hafa staðið upp og bara gerum þetta, þú veist. Og það er held í orkan sem þú bara, þetta er bara lífsorka, skilur við, þetta er bara krafturinn sem þú úsar frá þér. Og og ég meina, hvað á ég að gera? Veist, vera bara heima og, eða þú veist, og láta þetta bara einhvern veginn yfirtaka allt. Nei, þú veist, það er bara ekkert í boði, þú veist. Nákvæmlega. Það er bara, eða þú veist... þá bara get ég alveg skefist upp, skilur.
Gekkja, stórkostlega hugafar og hérna bara frábært að fá þig í þáttinn. Takk. Gaman að koma. Æðislega, takk.